Ég er svona svo ánægður að Dóri sem kominn, af því að hann langt sem hann sagði já við mig, bara langar að koma í þáttinn. Já, ekki spurning. Til í allt. Svo bara skall COVID á og hvað djúfis fucking vesen. Þú er náttúrulega komið áður. Já. Komið í annað skipti. Ertu spenntara núna, eða ertu meira bara svona, ég nenni ekki aftur, valla. Minnst ekki að koma aftur. Comeback. En þetta er svo allt öðruvísi, við erum að fara inn í allt öðruvísi þátt, sko. Hitta meira svona aðeins alvegara. Núna er bara fyrir leikur. 100%. Bull spurningu sem ég bjóð til. Já. Við ætlum í svona áskorun. Já. 10 spurninga áskorun. Og ég er svo spenntur að heyra svörin ykkar. Nú er ég bara með Símon. Eins og við allir. Já. Ég hef verið með blöð. Ég var svo mótið eitthvað að vera í hangi í Símonum. Ég var bara stressað að fólk myndi bara hangi í Símon. Í stað að tala við mig og um eitthvað skemmtilegt. Það var ekki gerst ennþá. En hvernig fannst ykkur að fylla svona út? Var það erfitt? Var það skemmtilegt? Krefjandi? Ég fór náttúrulega bara að hlæja því þessu spurningar, sko. Fannst það ofnörðulegar? Nei, ég tengdi bara svo vel við það sem mér var að tala um í síðast þætti. Bara ég sá það sem var að tala um og var bara búin að skrifa þessu spurningar út frá einhverjum fyrirfram ákveðnum myndum. Ég sá því svo mikið anda bara heima, rúlla yfir í DFT-rekkan. Æstu skemmtilega mynd, ég ætla að skrifa eitthvað með þetta. Já, ég er alltaf að vinna þennan. Ég er ekki svo hvað ég ætti að fokkin byrja á þessu spurningu, sko. En finnst þú það vera svindl? Ef ég sem þær og ég er kannski með eitthvað mynd í huga, er það svindl? Bjöggi grænir við því. Já, ég sko... Það er bara ákveð forskot. Ég er kannski ekki beint svindl, en þú veist, maður þarf að klála að hugsa aðeins fyrir svörunum í nokkrum spurningum, sko. En hefðu þið frekar viljað, ef ég setti ykkur, höfum svona eitthvað áskonu þátt? 3. Ég ætla að segja Teitur 5 og Dóri 5 og ég enga. Fatti. Þú veist, hefðu þið frekar viljað það? Ég vilja hafa þetta svona, sko. Já. Bara ekki ekki? Ok. En þú varst að tala um spurningar, ég er bara mjög fegin að sé ekki, sko, hvað segir maður, svona hraðaspurningar eða svona blindspurningar. Ég er mjög fegin að fengi tíma til að hugsa það, ég horfði á sumt að sitt, bara, ég er ekki með neitt, sko. Bara þetta er það, sko, random spurningar. En tók það eitthvað daga fylgd út, eða? Sko, ég man ekki hvernig þú sendir þetta, 30 áður eða eitthvað. Í gær eða eitthvað? Ég leti það alveg matla, eins og svaraði sig í gær, sko. Ég las þetta fyrst yfir og bara, ég ætla aðeins að gefa þetta shit, sko. Varst þú í sömu spórum? Já, ég las þetta yfir þetta allt. Varst bara eitthvað, fuck, þetta er klart. Nei, sumt bara fylgdi ég strax út. Bara svona eins og hraðaspurningar. Dúf. En en svo var ég bara klára eitthvað áðan, sko. Ok. Svöruðu öllum spurningunum eða er einhvern tímann sem þið skrifuðu bara svona no comment? Já, ég svaraði öllum allavega. Kimberljós. No, ok. En var einhver sérstök spurning, þetta er bara já og nei spurning núna, var einhver sérstök spurning sem þið var bara svona, þetta er erfið spurningin? Var einhver eins sem ykkur fannst svona erfiðust? Þögn, bara podcastum? Jú. Ok, það var einhver einn þannig? Það var einn þannig, já. Ok. En þetta var Nei, ekkert eitthvað svona einn áberandi erfiðu, sko. Það er bara mjög fjölbreytt og mjög skemmtilegt, sko. Ok. Eigum að fara að kýla bara á þetta? Já, 100%. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Mér finnst alltaf gaman að gera þetta. Þó ég sem í spurningarnar, þá er ég ekki alltaf með mynd í huga. Ekki alltaf. Stundum með eitthvað mynd í huga og bara segjum spurningu út frá henni. En að ég er búin að gera nokkar svona áskorunir. Þessi var, það var meira en helmingun á spurningunum þar sem ég var ekki búin að ákveða svarið. Fattiði? Já, ok. Þannig að mér var svolítið gaman að pæla í þessu. Ég er líka að reyna að challengea sjálfa mig aðeins og ég kannski velja aðra myndir heldur en ég hef valið, kannski þetta svipað spurningur að hafa verið áður, þá er ég að reyna að taka eitthvað aðra mynd. Já, algjörlega. Ég er ekki alltaf að tala um sömu myndina. En viljið þið keppa? Hvað með stig? Já. 100%. Ok, en viljið þið, fyrst lagi, viljið að ég sé með það? 100%. Ok. Allt þannig var bara fárlegt. Þetta ég alveg til að vera bara dómar. Nei, ekki séns. Ertu það ekki búin að svara þessu? Er það maður? Jú, ég er búin að svara þessu öllu, en ég það leiði eitthvað að ráða, vilja að ég sé með eða ekki? Algjörlega. Okay. Ég er svo spenntur að heyra nefnilega, þú veist, svör allra, því ég er bara einhvern veginn svona, bara get ekki svona ímynda mig. Sérstaklega fín fyrst og segist ekki að verið búin með, sko, komið með eitthvað fyrirfram ákveðna myndir í huga. Nei, ég get líka sagt ykkur þegar förum við spurningana, hvað ég var svona, ég á með eitthvað ákveðið svar við þeirri spurningu. Ok, þannig þið vilja ég sé með, og við ætlum að búið til keppni úr þessu. Ok, þá er önnur spurning, að ég fekk komment á YouTube fyrir eitt svona þátt, ég man ekki hvað þáttu var, hvort það var með Bjögg og Hödda. Einn gæði sagði, bara skemmtilegt þáttur eða skemmtilegt format, en næst var gaman ef þið megið ekki kjósa ykkur sjálfa, skiljið, fætti. Já. Þetta er ef ég kem eitthvað svar, ég get sagt, það er mitt svar, ég ætla ekki að bakka. Já. Þannig ég það spyrir ykkur, ef að halda því, fætti,
Má ég kjósa mín eigin svör? Af því partur af þessu þáttum að vera með stæla. En sko, þú veist, ég meina, veit ekki bara þessu forsetakosningar? Guðni T.H. ekkert eitthvað kjósa, bara eitthvað handarsnæ eða eitthvað. Ég er svo fíla það að þú setur þessa þætti við liðin á forsetembattinu. Bara 100%. Ég er mjög annað með það. Mikil virðing. Ok. Þannig þú veist ekki að kjósa sjálf það. Ég veist að þannig þurfa að koma í ljós, sko. Hvaða svör koma. Þetta væri bara Wild West. Þú veist, þetta er bara þannig. Ok, mér lístu vel að það. En ef við ekki líka, skipt svona á að svara fyrst. Já, algjörlega. Þannig við ekki sem byrjum bara fyrst Teitur, svo þú, svo ég og svo kolli. Ok. Númer 1. Hvaða mynd finnst þér vera frábær sem gerist að einhverju leiti út á sjó? Titanic. Það er bara hraðspurning. Nei, fyrirgefðu, já, nei, þetta er ekki hraðspurning. Nei, ég skrifaði það samt fyrst. Já, það er ekki svarið. Nei. Ég var líka bara að setja að Teitur og svona leiðilegur þrætti, bara Titanic. Þú bara ekkert aukast yfir að setja hrað. Nei, þetta var fyrsta myndin sem kemur í hausinu á þér. Já, Titanic. Já, bara ég menna, þú veist, að því þau bara eitthvað, já, sjór. Og mér fannst þetta bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki eins og hvaða myndir. Það er boring svar. Ef þú sagði Titanic, aldrei ekki ég menna, ég horfði bara á svarið, bara eitthvað, þú veist, og ég náttúrulega fílaði ekki Titanic fyrir, þú veist, 10 árum eftir hún kom út, skilur ég bara. Svo ég hendi Titanic líka, þú verður að velja Já, þú veist. Nei, þá ég satt stráka, þá bara ég að kjósa sjálf. Ok, þannig þú ert ekki með Titanic. Nei, það er ekki svarið mitt. Ég er mjög ánægður að þarna hefði ég verið bara svona Teitur, þú ert að djóka. Það er alveg fín mynd. Já. Þetta er svipað eins og ef ég myndi segja, og nú ætla ég að sjá hvort þið hafið valið þessa mynd, ef ég myndi segja Jaws, það er fyrsta mynd sem ég þetta tíu. Já. En það er boring svarsamt. Boring svar, já, ok. En erum við svona þetta, þú veist, erum við að reyna að fara, þú veist, er þetta svona indie? Er þetta svona, þurfum að vera með svona senusvör? Nei, ég bara reyna stæla. Já. Fatti. En ég er með mynd. Ok. Ég er með íslenska mynd. Ok. Já, Djúpið. Nei. Enga veginn. Heitir hún það ekki? Jú. Já. Nei. Mér finnst þú geggjuð. Reykjavík Rotterdam. Já, dópmyndin. Ok. Ekki, innflutningur og... Jú, balti. Bara kontraband sem að varð, þú veist, kontraband. Já, jú, ég sá Reykjavík Rotterdam. Mjög landsinn ég sé það, sko. Hún var samt mjög fín. Hún er geggjuð. Já, hún var betri en kontraband. Miklu betri en kontraband og mér varst hún bara ótrúlega góð mynd og það var svona, ég fór þangað. Þetta til dæmis, þetta er það sem ég kalla gott svar. Og ég er ekki eitthvað að sleika ykkur upp hérna. Ég er mjög rúðflöss í þessu. Þetta kalla ég gott svar, af því mér er bara, Reykjavík Rotterdam. Af því hún gerist einhver leit úr sjó. Já, mjög mikið. Íslensk mynd. Íslensk mynd. Ok, þú ert alveg svona ofalega. Ég fann að efast aðeins mitt svar. Já, kemur ljós. Ég veit ekki sko að séð mína mynd. Nei, ég held að ég hef ekki séð helmingin myndunum sem þú ert að fara að nefna. Jú, ég er alveg að passa mig. Ég er ekki að taka bara allt einhverjar japanska myndir eða eitthvað. Pottet. Nei, þetta er ekki þannig. Ok, Reykjavík Rotterdam. Dóri, getur þú toppað þetta? Sko, ég átti strögglega pínu þessa spurningu, sko. Og og ég fór bara að hlæja þess á, bara einhverja frábæra mynd sem gerast þú sjó. Já, frábæra. Að einhver leiti. Já, einmitt. Líka bara hvernig Dóra, og hversu mikinn sjóið hafið fá. Þetta einhvern veginn kom fyrst upp í hugum, því eins og Teitur sagði, þú veist, þú farði alltaf svona initial thought, þú veist, þú byrjar að hugsa þetta var, og mér datt í hug Life of Pi, og Þið komið til að keppa. En, sko, alveg bara að klára, að ég man eftir því ég horfði á hana og sá hana fyrst að, það var mjög margir drulla yfir hana í kringum hana og ég sá hana alltaf setna, sá hana, þú veist, hún var búin í bíó og sá hana heldur bara einhvern veginn, DFT eða eitthvað, og ég var bara mjög impressed. Hún er geggjuð. Og fannst það bara mjög góð. Ég skildi ekkert alveg, fannst það bara að fá svona frekar slæma kritík, eða svona óverðskuldaða kritík. Það er svo langt síðan ég síðan, þannig ég mani ekkert eftir henni. Og ástæðan fyrir mig datt henni strax við að ég er að lesa bókina núna. Þannig að planið er að klára bókina og horfa á hana aftur. Svo ég er svona, ok, svo fór ég að hugsa hans meir út í þetta og sá nýlega myndin Dunkirk fiskidegi. Hún er líka geðveik, með nokkrum geðveikum atriðum eins og þeir eru að fela sig í bátnum, bíða eftir að fara á flot og svo verður að skjóta þá og þeir eru fyll upp í götin þeir að sökka og ennþá verður að skjóta bara fucking trilltatrið en svo svo myndi sem ég valdi var The Hunt for Red October. Já! Mér finnst hún alveg klikkuð, sko. Þú valdi kafbátumynd? Já, að því mér það er margt í þessu, sko. Konan mín alltaf elskar svona 90s kaldastrísmyndir og horfum mjög mikið á þannig, sko.
Það er líka skemmtilegar. geðveikar og þessi mynd alltaf bara frábært kast í henni, Sean Connery og Alec Baldwin og Sam Neill var litlu hérna. nákvæmlega og mér bara gera ógeðslega mikið bara í einhverju bara pínu litlu spacei, þetta er bara mynd sem gerist í einhverju fucking kafbad, skilur einhvern veginn pínu lítið umhverju og einhvern veginn ná að halda búið til einhvern alveg frábæran hasar úrni, þannig að það er mynd þar. Það er þitt val, ok, það er eitt sem ég hugsa alltaf þegar ég hugsa þá mynd, með minnið sem þeirri mynd, að þetta er rússnesk áhöfn, sem Connery leikur rússneskan kapota fóringja eða höfðingja, hvað það kallast. Með minnið sem þeirri mynd, að þeir tala fyrst rússnesku. Já, Sean Connery, þeir byrja að tala svo svissar yfir ensku. Já, svo einhvern veginn er bara svona kamera með þeim, hvort hún zooma þess að þeim eða eitthvað, svo breytist það bara svona hægt og hægt í rauninni í ensku. Og ég man, mér fannst það svolítið töff, að ég þólega ekki, mér finnst það svolítið úrelt, þeir eru rússar og það tala þeir ensku, fatti, eða þeir tala ensku með rússnesku hreim. En þannig rauninni áttu að vera að tala rússnesku, fatti. Mér finnst það svolítið töff. Bara svo þú var að skilja rússnesku. Já. Er þetta ekki fleiri, einhverjar aðra myndir sem svona... Ég man þetta einni annari, og það er 13th Warrior, Antonio Banderas. Við minnum þetta að vera það líka. Ekki rússneska, en... Nei, akkurat, bara breytir svona eins og... Það gerði það líka bara í Eurovision-myndinni. Byrjuðu ekki að tala íslensku þar og svo bara svissaður. Hversu í hverju? Eurovision-myndinni. Já. Jú. Já, var það ekki þannig? Já. En þetta er bara svona eins og þú sért allt í nú komin inn, farin að skilja... Og svona skilja rússneskuna. Mér fannst það alveg svona cool approach. Kannski var þetta gert eitthvað fyrir þessa mynd, en ég man þetta fyrsta mynd sem ég man eftir að sé að hún er alveg frá 91 eða 90 eða eitthvað. Október. Já, hún er bara 90. Já, hún er alveg svona gömul. Ég man ekki eftir öðrum myndum undan henni sem að notu þetta approach. Nei. Shit. Ég hugsaði einmitt Life of Pi. Hún er líka. Hún er geggjuð. Hún er ótrúlega flott á sjónum, einmitt, þú veist, svona sterk á vatnið. Ég veit ekki hvort þið ná að toppa ykkur, sko. Hvað er með? Ég reyndi að svara þess, ekki bara fara í næstu. Jók. Ég ætla bara að vera dómari. Sko, mér er þetta náttúrulega fyrst í hug, þegar ég bjóð til þessu spurningu. Þá hugsaði Jaws. Það er eina með upphásmyndum. En ég vissi líka að ég myndi aldrei velja hana. Já. En ég hefur alltaf gaman að sjó myndum sem gerast einhver liti á út að sjó. Og ég vissi báðar sem myndir sem þið eru að tala Þessi báðar góðar. En þessi mynd sem ég er að koma með, mér finnst hún rosalega vanmetin. Ég held þess að ég er búin að sjá hana, fræði leikar og allt svo leiðis. En hún fekk svona smá flop stimpil á sig á sínum tíma. Og þetta er myndin Sphere. Já. Það var þögn. Ég hárða hana ekki fyrir svo lengur síðan. Er þetta 2000 eða? Hvað er þetta? 96 eða eitthvað. Hefur ekki séð hana? Held ekki. Ok. Þú veist hvað myndin þetta? Já. Hvað finnst þér hún? Hún er góð og það er svolítið, ég veit ekki af hverju, þú veist, hún er svona næstu í, sko, hún minniði meira á einhverja mynd sem gerist í geimnum en í sjónum. En hún gerist samt í sjónum. Já, ég veit það. En ég bara meina að, þú veist, þetta er einhver svona, þú veist, ég átti von á, þegar ég sá hana, svona, þá átti ég von á einhver svona, ok, ég veit ekki hvað er að fara að sjá, skilur við, en já, góð, allt í lagi, þetta. Ég held að Teitur sé að spila leiki núna, sko. Hann er bara, það tala hann neyður. Svo ég ekki svo síðan að þú veit aldrei bara að fá mitt vót, sko. Nei, það er líka gallið við þetta. En maður er að velja eitthvað svona, maður þarf að vera sniður, svörin, en ekki ofabskjóra enginn sem búin að sjá hana, þá get ég hann ekki fengið atkvæði, fætti. En þetta var ekkit besta svar mitt. Ég er að koma með nokkra sleggjur eftir. Ok, ég er bara spenntur. Ég er að hita mig upp. Og talað hita, það var strax svona heitt. En við erum allavega með nóga vatni. Nóga vatni. Ég er mjög undirbúin núna, ég ætla ekki að lendi í að líði yfir ykkur eða eitthvað inni. En þessi mynd er mjög skemmtileg. Hverjir eru í henni? Dustin Hoffman, Samuel Jackson, Sharon Stone. Já, akkurat. Þetta er bara geggjum mynd. Já. Mér finnst hún rosalega skemmtileg. 96. Ég held þessi 96. Já. Svo því Billy. Hún er fyrir 2000 allavega. Fjallan er bara þögn í podcastinu. Það er bara fólk heldur að ég er bara göttist. Fjallar áhöfn sem að skipsáhöfn sem í rauninni þeir að leggja eitthvað kapa, eitthvað ljósleðir eða eitthvað djöfulin og hann slitnar, þessi kapa, þeir að leggja hann í sjónum eða eitthvað. Þá kemur í ljós að kapallinn slitnað á eins og svona stjeli eins og aftan á flugvél og þetta er það stórt og þau finnur henni bara
gamalt gameskip sem samt brotlandi fyrir sko 10.000 árum eða eitthvað, ég man ekki hvað var. Finnst þér ekki hljóma áhugavert á hafsbotni? Finna þetta, Dóri? Sko, ég á með kjarnorku sub, sko. Já, ég er með gameskip úr framtíðinni, samt búið að vera því í mörg ár. Já, ég er með íslenska mynd. Það er ekkert gameskip í henni. Nei. En hún er góð. Hvernig ætlar að róta þetta? Þú byrjar. Hvernig ætlar þú að vóta það? Það er bara eitthvað sem mitt kom bara til greina. Ég er bara breytist úr keppandi til dómara. Bara sóbóti á það. Já, ok, en ég er mjög annað með þessu mynd. Hún er mjög skemmtileg og inn í gameskipinu, þetta er ekkert spoiler, en hún heitir Sphere, þessi mynd. Að þeir finna Sphere í gameskipinu sem virka lifandi. Bara svona risa kúla. Svona svona perfect kúla. Ég held sér ekki að selja einhver sem... Ég er bara lítið við einhverja bíómynd. Hvað er þetta fucking tala? Það er sko... Myndin heitir þetta og það er inn í fucking gameskipinu. Herru, gleym þessu bara, ég klipp út fyrstu spurninguna. Það er ég sem er að klippa þetta, þannig ég ræði þessu. Beit á feysi. Ég byrja að segja eitthvað strax, á hann ég ætla að gefa ykkur eitthvað vót núna. Ég vinn nummer 2. Það er bara alveg klart mál. Það er bara alveg klart mál. Já, það er klart mál. Það er bara við vitum það að það er klart mál. Mitt atkvæði Það fer að tryggja sig þetta. Það fer til Tates. Það kjaftaði. Hann kom mér aðeins mér óvart. Bara sorry, nei Dóri. Er þetta keppnið að koma óvart? Svolítið. Það voru að koma með einhverja mynd sem hinn er bara, já, ég hugsa ekki þessa mynd. Já, þetta er pínu þannig. Og hann kom líka með íslenska og ég bara, sorry, ég gef hún smá respekt. Mér þetta þær aldrei í hug þegar ég gera þessar áskonunir. Þannig ég ætla að segja Teitur. Hvað segir Teitur? Hver fær atkvæðið þitt? Já, ég má ekki kjósa sjálf mig. Herri, þú varst nýbúin að segja að í forsetakosningum. Nei, þeir með alveg kjósa samt. Þeir með kjósa og þeir kjósa sjálf sig. Já, veistu það, ég miskildi þig. Já, nei, what? Nú ætlum ég bara að klippa alla byrjun út þættunum. Ég miskildi þig. Þannig að þú er henni vilt að við getum kosað okkur sjálfur. Já. Af því að þú veist, annars bara, ef þú hefur ekki trú á svarinu þínu, hvernig ætlar að selja einhverjum öðrum? Það var basically alltaf að kjósa þig. Já, ég meina, hvað, ætlar þú að kjósa nema, þú veist, ég hætti að kjósa mig ef að myndin er bara betri, skilur við. Ég hætti að kjósa, þetta var svona smá hótun, ég hætti að kjósa mig Nei, þú veist, ef að myndin er það góð að ég bara bakka út, skilur við. Ég er bara eitthvað, ok, þetta er betri mynd en mín mynd. Ok, en ekki vera eins og bróðum minn kom inn á þátt. Hann var við svolítið gætna þetta. Það var bara, ég ætla ekki að bakka. Eins og fleiri. Er ég þannig? Nei, ekki þú. Ég held að skoða, sástu hvað ég var strax í vörð? Er ég þannig? Ok. Hvað segir þú? Þó að það skipt. Teitur sagði sjálf um sig? Já, ég reykja ykkur átt þetta. Og hún er búin að fá 2 atkvæðina. Nei, sko, ég er alveg á því að þú getur kosið sjálf að þú trúir að því. Þannig ég er alveg samlega því. Og ég mun alveg kjósa, sko, ekki á ágjörða því. En ef ég ætti að horfa annarkvort á Red October eða Reykjavík Rotterdam, hann myndi að horfa Red October allan daginn. Ok. Það er bara fair. Og það er ekkert rétt að rámt í þessu. Það er ekkert. En þú ert að muna hvað þú fékkst. Þið verður að muna stíðinni. Já. Þú ert komið 1 stíð. Ég kom með 1 stíð. Teitur. Þetta byrjar ekki vel fyrir mig. Það er spilað fast and loose. Þú bara muna ykkar stíð. Ég byrjaði ekki vel en leika því að ég byrjaði að miskila því þetta. Já. Svo kom ég með einhverja mynd sem að Dóri er ekki búin að sjá. Ég er ekki að selja hann. Hljómaði mjög vel. Hann ætlar aldrei að sjá þessa mynd. Herðu, hendum okkur í 2. Hvaða mynd fíla þú sem inniheldur allavega 1 lag sem finnst geggjað? Og núna byrjar Dóra að svara. Já, þessi var mjög erfið, sko. Hann sagði mjög erfið einhvern veginn að velja svo mikið. Það er svo mikið, mikli möguleikar. Og og mjög erfitt að njörða þetta niður í eitthvað svona eitt svona final svar, sko. Einhverja eina mynd. Þannig að svona ferli var þannig, þú veist, fyrsta leið sem kemur upp er þegar náttúrulega fjallaðum þessa myndi í þessu þætti nú áður. Já. Er Hustle and Flow. Bara build-upið þegar það er að semja Whoop That Trick. Já, geggjalag. Það, þú veist, ekki bara sko lægir þetta bara mjög fínt, en bara það integratið inn í bíómyndina og build-upið að takturinn vera til og momentum þetta er alltaf verið að, þú veist, stærra og þykkar og maður getur bara pumpast upp eða horfa á það, sko.
þannig að það var alveg svona það fyrsta sem kom í huganum hans. Já. Það svo hugsa maður meira þetta og önnur mynd sem ég finnst frábær með frábæri tónlist er Days Confused og mörg atriði í þeirri mynd bara upphafsatriði með Aerosmith, Sweet Emotions. Það er bara besta upphafið, það er besta byrjun á svona mynd. Come on, þú valdir alltaf líka menn. Ég er bara sko, þeir ekki að fara að svara þessi, þannig að ég er ekki búinn, sko, þannig að þú getur ennþá Þú er ekki búinn að velja? Það er náttúrulega bara frábær mynd og líka lowrider þeir allir einhvern veginn að rúnda og er ekki Jónur eitthvað, þú veist, bara einhvern veginn frábær myndið, sko. Frábær tónlist í báðum. En myndið sem ég valdi sem við veist, sem hefur bara aðeins meira af góðum lög, af því þráttur þess að við byggjum eitt lag, það var myndin Lawless, sem er bara með fullkomið soundtrack. Byrjuðu, leið mér að klára. Þannig að það er með Nick Cave sem hefur verið umsvörð með þessu, hann setur saman einhverja, sko, bara eitthvað svona supergrúpu, The Bootleggers, og þeir taka fyrir rauninni, þú veist, þessi mynd fjallar bannárin í Bandaríkjunum og þú veist, Moonshine tímabilið og allt það, skilur, og svona bara og ég náttúrulega dýrka þannig myndið, skilur, og það er bara einhvern veginn geð eitthvað feelingur í kringum þetta allt saman. Og svona myndið þurfa svo ótrúlega mikið góða tónlist bara til að skapa stemningun og svona lifta maður þessu upp, skilur, en myndin sjálf er ekkert frábær, skilur. Fyrstu það ekki? Mér finnst Lawless geggjur. Mér finnst hún geggjur? Já, sko, mér finnst hún ekki frábær, skilur. Já, ég meina að þú kannski gefið henni 8 af 10. Sko, þú veist, klárum þetta bara aðeins, að því, þú veist, Nick Cave setur saman einhver supergrúpu, skilur, og er að taka, sem ég veist, gera þetta samdrag, þessi lög áhugaverð, hann að taka lög frá mismunandi áratugum, bara ýmsum áratugum, sem fjalla bara einhvern veginn, skilur, áfengi og dópa og svona kjaftaði, sem er svona umfjallar efni í myndinni. En flippar þið yfir í einhvern svona bluegrass, svona rátt bluegrass, skilur, verið að taka Velvet Underground og Captain Beefheart og eitthvað svona, og er að setja það í einhvern þannig búning og fær Mark Lanigan til að syngja það með sér, skilur, sem er bara eitthvað gæði sem getur sungið bara hvað sem er og lætir að lúkka og hljóma. Willie Nelson er líka eitthvað, þannig að Lawless, það er svar mitt, mátt læsa því og það er bara, þú veist, líka bara að því voru að tala myndina, skilur, þú veist, myndi finnst mér sem bara 7-5, skilur. Þú veist, Castle er fínt, Tom Hardy er alltaf geður ykkur inn í, Gary Oldman er alltaf átt pínu vandræði með Shia LaBeouf, skilur, en hann leikur bara pínu svona fáið þetta í myndinni eða svona vittlýsing, þannig að hann svona eitthvað... Hann er góður því? Hann er bara geggjaður í fýröndungi, hann er svo góður hann, sko. En þetta er bara, þú veist, þetta soundtrack, þú getur sett að fónið út með ykkur félagiðinum, skilur, þú veist, bara eitthvað, það frussast bara bourbon, skilur, út hátalarnir þegar þú setur þetta á, skilur. Og það er bara, já, það er alltaf öðrandi einhvern veginn í þessu og lögin eins og White Light og Fire and Brimstone, það er bara fólk að bara heim núna bara að hlusta á þetta, sko, bara slaka á þessu podcasti og setja þetta á fónin, sko, þetta er alveg ekki þetta. Mér finnst þetta bara eitt besta hlutur Tom Hardy, þetta er bara, mér finnst hann. Mér finnst þetta geggjum mynd, sko. Já, mér finnst það, hann er svo harður, hann er miklu harðari þarna, sker hann á háls og hann bara eitthvað. Já, mér finnst það samt, eina sem ég fíla ekki myndunum, mér finnst oft fara svona overboard og þú veist, það eru fleiri svo, líka þáttaraðnar Boardwalk Empire, þeir fara alltaf pínu svona overboard í að gera, skiluru Federal Agent eða löggunum sem er eftir þeim, alltaf svona pínu fucking weirdo, fattar mig. Mér fannst hann bara svolítið skemmtilegur í Lawless. Já, þetta er fín lína, skiluru. Hann er algjör karakter, fígúra. Já, hann er samt meirinn það, hann er svona pínu wacky, sko. Já, hann er mjög skrítinn í þessari mynd. En mér varst gaman að horfa á hann. Mér finnst það bara geðveik mynd, mér finnst bara tónlistin, að því mér, þú veist, þessi mynd er svona, þú veist, 7-5, en bara mér finnst tónlistin gera hana bara að 8-5. En þegar þú varst að svara þessu, varst að pæla þessu spurningu, varstu meira fókus á myndina eða tónlistina? Hljómar svo að freka fókus á lagið? Meira tónlistina, sko. Eða lögin? Meira tónlistina. Ég horfði, það er meira svona hvaða lag, þú veist, myndin verið góð, skilur, mér finnst Lawless alveg góð, en mér finnst bara, þú veist, tónlistin í þessari myndi er bara... Og líka því að tónlist getur svo geðið miklu máli, eins og við tölum síðast þetta tónlist og í bíómynd og svona, hún ger svo mikið fyrir þessar myndir og eins og ég Lawless, ég veit ekki það, ég var ekki að pæla svona mikið í tónlisti. Þið er alltaf báðið tónlistamenn, þið þekkið þetta aðeins betur en ég, tónlist og lög og svona. Mér finnst það gott svar, en ég er með sleggju. Ég er samt búin að missa smá djók, ég er miklu að dróða mínulegi. Þetta lag, þarna var ég að hugsa lag, alveg fín tónlist í þessar mynd. Þetta lag er bara svo ógeðslega gott.
þetta er lag, ég hef aðeins talað um þetta áður í podcastunni, ég bara varð að velja þessa mynd. Þetta er Blade 2 og Eye Against Eye með Massive Attack og Mos Def. Hafið þið heyrt þetta lag? Og er þið sammála að þetta er geggjalag? Wow, það er bara engin svör. Nei, ég hef heyrt þetta lag, ég bara ekki sé myndina, sko. Þú ekki sé myndina, en þú heyrt þetta lag? Já. Þetta er rosalega lag. Og þú líka talað um þetta lag, ég örgulega bara síðan, já. Ég hef talað um kíló aðeins, það kom fyrst. Já, einmitt. Voru þið búin að ákveða fyrirfram bara, við ætlum að vera saman í liði gegn Hafsteini, það var engin stig, alls ekki, ekki taka vel undir neitt sem hann segir. Nei. Það var ekkert svo leiðis. Nei. Það er samt bara, þið segir bara ekki neitt. Jú, bara, þú sagði, ég er ekki með svo sem einn, Dóri sagði bara eitthvað, jú, svo fekk þessi bara vasklas. Dóri náttúrulega, þú veist, tók bara, þú veist, ræðu og bara seldi þér. Ég get ekkert sagt eitthvað sögu Massive Attack eða, ég veit ekki hvað Mos Def er gamall eða, við fannst bara, þegar þetta lag kemur í myndinni, fyrir þetta labba voða cool. Þetta er bara svo þungt lag, maður. Þetta er geggjað lag. Massive Attack, þú veist, bara... Ég hef lust að tala reglulega, sko. Mér finnst líka, sko... Ég er bara að sjá þessu uppnámið, ég er bara... Þú ert mjög sjokkt að við séum ekki með hérna. Mjög sjokkt. Ég held að þið myndi bara koma, já, það lag, maður, það er geggjað. En ég get alveg ekki kæft mann sem kopar með allt soundtracki. Já, nei, akkurat. Sko, Dóri pældi náttúrulega meira í þessu en ég og þú til samans. Það var bara komið, þú veist, það var bara hérna á Wikipedia og lesa þetta bara eins og ég hef séð þessa mynd sko 4-5 sinnum og ég hef ekki eins og pælt í þessu soundtracki, sko. Mér finnst bara sko í þessu, að ég á þetta soundtrack og hérna algjörlega brilljant. Mér finnst ekki bara í þessu að þú veist, þú veist mikið ágóðan lögum og þetta var maður að hugsa bara, ok, shit, þú veist, hér er bara þessu myndi er bara algjörlega pökkuð, það er ekki bara illa, það er ekki bara tölu, skilur. Já. Þannig að það var kannski svona sem er svona horfða á. Því það er mjög gott, skilur, ekki áhugjur. Já, mér finnst það ekki að vera svakalega impressed. Mér finnst bara, ok. Nei, þú fórst úr spyr sem ég bara, what the fuck, yfir ekki til þetta. Þú komin aðeins óvar, þú rakkar aðeins óvar eftir þetta. Ok, en getur verið saman um eitt? Dóri, ég er að spyrja þig sérstaklega, þú teitur átt að svara. Okay. Getur verið saman um eitt? Mitt eina lag er sterkar en eitthvað eitt lag í þinni mynd? Nei. Það er ekki sjans. Er eitthvað eitt lag í þinni mynd sem þið finnst að vera betur en Eye Against Eye? Ég myndi segja Fire and Brimstone, alveg klálega. Ok, herðu, förum bara yfir í næsta gest. Það er mitt svar, skilur. Ég veit að ég er bara að reyna klóri í bakkan. Já. Teitur, lag í mynd. Já, við náttúrulega tókum fyrir myndir sem eru með bara einnig bestu tónlist sem er bara bæði Sing Street og Almost Famous. Já, ég hugsaði með það, því ég vissi alveg að við erum búin að taka upp þannig það. Ég hugsaði með, er Teitur að velja eitthvað þeim myndir? Nei. En það er boring. Það er bara, ég má ekki, en það er samtalið bara eitthvað, þetta er alveg, þetta er svo crucial moment, eða þú veist, bara spila svo mikið og svo geggjulög. Ég hefði valið Hustle Flow eða Sing Street fyrir þessa spurningu, en það er ekki gaman að velja. Það var too obvious. Já. Ok, Kottu með það, má ég ekki hafa smá intro? Kottu með intro, kottu með tís. Nei, en ég var á alveg sama stað og Dóri að hugsa sko, bara það sem lag spilar svo svakalega vel inn í moment. Okay. Og þetta snýst líka það, eins og þú ert að tala þú ert að reyna að selja okkur Eye Against Eye. Þú veist, þetta er eitthvað moment sem þú ert bara, vá, hvað þetta fittar vel inn. En ég er sammála Dóra að besta svoleiðis er held ég Sweet Emotions í Dazed and Confused þegar hún byrjar. Að þú ert bara svona heldtekinn. En af því ég þarf að gera það, og þá ætlum ég að segja, ég er að gefa frá mér þetta stig. Þú veist, fyrsta svar mitt var bara, eins og ég sagði í síðasta þætti, það er Hannibal, Viti Kormum. Já, þú talaði það. Ég talaði það, þetta er bara, þú veist, ég hef aldrei orðið svona bara strökt, skilur, af lagi. Og þá er ég bara eitthvað, á ég að búa til einhverja sögu eitthvað cool lag, eða á ég að halda mig við það sem að bara eitthvað, þetta er bara lag sem ég hugsa alltaf skilur, bara eitthvað. Og það er bara þetta lag, það sem að er einhver ópera sem að, þú veist, ég hafði engan áhuga á, en var í bíó með systur minni að horfa á Hannibal og þetta atriði satt svo eftir og ég bara eitthvað með tár í augunum, skilur. Fínt svar. En svo er líka spurning, er Dóri með eitthvað forskot af því að hann er ekki komið að þér? Fattar þú hvað það er? Nei. En svo nú ert þú að koma með aðra mynd sem þú hefur talað þessum.
þá ég strax svona pínu Já, klálega, algjörlega það bara 100% en ég hugsaði bara á ég að vera samkvæmur sjálfur mér eða á ég að reyna að vera, þú veist, koma með eitthvað já, ég veit ekki. Valdur ekki Sweet Emotions af því að þú gæst það ímynduðilega? Af því ég hugsaði bara, shit, Tate potið fara Já, okkur valdur ekki hana? Það var, þú veist, það var það annars sem ég hugsaði. Ég hugsaði bara eitthvað, þú veist, bara Tate, hann potið fara. Og svo þegar ég hugsaði lengur, þá var ég bara eitthvað Sweet Emotions. Ok. Sko, ég veit alveg hver svara frá mitt atkvæði. Já. Það Dóri. Ætlar þú ekki að velja sjálf? Nei, ég verð, sko, málega nefnilega, í þessar keppni, hann var með mikla pælingar. Meiri pælingar, sko. Já, og hann kom með mynd sem ég kannski tengi ekki beint við tónlist, en leið og sagði þetta, þá fer ég gegnum hausunum mér, að tónlistin í þeirri mynd, í Lawless, þetta svo mikil partur og andurslóttin í myndinni. Já, klálega. Þannig að þegar hann sagði hana, þetta sem ég að tala um í þessum leik, að ég kannski kemur eitthvað spurningu, mér þetta þessi mynd aldrei Lawless. Þegar Dóri kemur með hana, útskýrir af hvernig valdan, það bara svona, já, skilur. Þú kemur með Hannibal-dótið, sem er alveg cool, en ég er alltaf búin að heyra það. Já, klálega. Og kannski ég leði þetta refsaði fyrir það. Já, málu. Og ég er búin að vera með líka, ég er eitthvað að reyna að klóra í bakkan hérna, mér langar mig líka bara svo fólk hlusta á þetta lag, þetta svo cool lag. Þannig mitt atkvæði fyrir Dóra. Já, mitt atkvæði fyrir líka til Dóra. Af því hann náði að ígrunda það svo vel. Þannig ég ætla að velja Haffa. Svo Haffi var einsting. Ég vil ekki fá eitthvað svona... Ég að fokk, ég eitthvað pitti bótt. Myndir ekki kjósa sjálfa þig? Já, sko, ég held að við bara nálgast aðeins öðru í sig, þú veist, einlegin var að hugsa bara, hvað sena hvernig verður trillt með einu góðu lagi, skilur. Og þessu hvernig, þú veist, bíómynd og kannski, ég fór þá leið, meira að horfa á heldina, að með þú kannski fókusar sem ekkert rámt. Það er ekkert rámt svar. Það er bara alls ekki. Nei, þess vegna leikurinn þannig. Já, klálega. Þetta rámt, þetta bara svona smekksadri. En mér svo gaman líka hvernig hann voru útskýrð það, af því að hann með þessa, eins og talaði, hann velur eitthvað svona áratuga tónlist frá sikkurum áratugum, maður er einhvern veginn að mixa þetta inn í þessa mynd, það passar, og ég man að ég er ekki mikill eitthvað Nick Cave maður. Nei. En ég maður því sá sem mynd, þá er það bara svona, wow, þetta bara passar. Algjörlega, þú veist, ég er svona, maður alltaf hlusta aðeins á Nick Cave, alls ekki, þú veist, enga plötu með honum eitthvað þannig, skilur og að mér veist bara þetta einhvern veginn bara kemur allt einhvern veginn saman, skilur þannig einhvern veginn, þetta band með sér og einhvern veginn fjölbreyttasöngvara og voru alveg gera svona smá experimental stöf með þetta, fengi einhvern gamlan hund og vildi fá hann til að syngja eitthvað á þessum lögum, sko hann eitthvað svona gamall, hann bara þetta er bara að kjafta þessi þeirra að gera, sko vildi ekki að syngja það, söng það bara instrumental eða a cappella það mér er þetta alveg cool, bara svona búa til þetta andrúmsloft á nýjan hátt, skilur ekki vera að taka á þessi period lög, taka bara einhvern veginn alls konar lög og einhvern veginn flippa þeim inn í þennan búðing. Ég verð líka eins og þú segir mér þetta núna, að ég er búin að sjá þess með nokkur sinnum, þá hafði ég aldrei pælt í þessu svona og mér fannst einhvern veginn bara svona öll lögin og tónlistin í myndinni, þetta var að passa þig. Já, 100% ótrúlega vel gert. Þetta var aldrei svona jarring fyrir mig eða tók mig myndin eða svo leiðis. Þannig að Dóri farið þetta stig. 8 honorable mentions samt. Hvað er það? Og Brother Where Art Thou. Já, fuck. Það þú veist. Svona ekki tónlist í þeirri mynd? What? Hefur ekki séð þessi mynd? Jú, það 20 ár síðan eða eitthvað. Ok. Þú ert bara að tala lagið. Bara Man of Constant Sorrow. Þú veist, það bara... Hvað með það? Það bara lagið sem að náttúrulega Saggy Bottom Boys heita allan í myndinni. Þetta er bara aðalagi sem að George Clooney á að vera að syngja, ekki að syngja. Það truflaði bara svo geðið mikið í myndinni þegar hann byrjar að syngja í mækinn. Það bara, svo way off. En svo eru samt svo mörg önnur, þú veist, ég á það soundtrack og ég lá yfir því. Það er bara svona bluegrass, blues og það er sturlað soundtrack. Ég hef ekki að sjá hann aftur, ég sá hann bara sín tíma. Já, er hann ekki alveg 18 ára gömul? Jú, hún er bara, bara 2000. Hún er gömul. En hún er, þú veist, svakaleg og það eru byrjanir í því að bara svo blúsaraddir og fangar að syngja, þú veist, hvernig hún byrjar og djúparaddir og eins og segi, ég er mikil blues og bluegrass aðdáandi, sko, og þegar þessi mynd kom út, þá bara ótrúlega flott, sko. En segjum það eitt, Dóri. Hann tala um Brother Where Art Thou, þannig George Clooney og eitthvað. Finnst þér skipta máli, ég spurði Teita þessu síðast, hvort það skipti máli fyrir þig þú ert að horfa myndir, að söngvarinn eða söngkonan sé sjálf að syngja?
eða hvort þetta sé bara döbba, fattar við? Víst að fara rosalega mikið eftir bara hvernig þetta er gert, skilur við. Þú veist, ef þú verður ekki algjörlega, því mér varst að pínu í þessu atriði þegar hann byrjaði að syngja, það bara, ok, þú veist, Clooney er ekki að, þú veist, hann er ekki nálægt því að vera einhvern veginn believable að syngja þetta. En þú veist, mér finnst ekki eitthvað endilega must, en mér er bara svo, þú veist, eins og við Walk the Line, skilja þess að þau syngja, Joaquin Phoenix og Reese Witherspoon. Það er bara eitthvað styrlað, það er mindblowing. Að þau séu að púlla það eitthvað. Ok. Af því hann syngur ekki í Bohemian Rhapsody. Veist, það böggar mig ekki, skilur ef maður bara trúir í, ef það bara einhvern veginn execute þannig, en þú veist, það að veist hann er að syngja, mér finnst að gefa í myndin eitthvað svona ekstra fyrir, þú horfir á myndin með öðrum augum, þú veist bara, ok, hann fucking söng þetta. Ja, þannig að þú gerir ekki svo kröfu, en það finnst það skemmtilega bónus. Það er svipað þú sagðir. Já. Ég held að ég hef bara verið svolítið ósakend því ég hef fótt að syngja þetta sjálf. Já, smá kröfuharður. Smá kröfuharður. Herru, eru ekki búin með spurningu? Jú. Dóri fekk hann að stig. Verðskulda stig. Það er klálega. Ok. Ígrunda stig. Númer 3. Þessi létt. Þannig er eitt svar sem getur ykkur hérna. Sko, þetta var erfiðasta svarið mitt. En það? Já. Þarna var ég bara eitthvað. Þú veist, þarna var ég bara eitthvað. Heyrðu þau, Dr. Spock. Sem er ekki sví Star Wars. Ok, fyrir fólk sem veit ekki spurningarnar, þá ætlum ég að koma með spurningar fyrst. Ánum við að tala svo mikið hana. Hvaða Star Wars karakter finnst þér vera ótrúlega svalur? Þessi spurning var fyrir Dóra. Ég veit að hann er alveg Star Wars maður. Að einhver leit allavega. Og ég hugsa mér, hvað ætli hann myndi segja? Mér finnst alveg drengi spurning, sko. Aha. Já, pínu. Fyrir mér er bara 1 karakter sem kom til greina. Já, sko, hjá mér var 1 karakter sem kom til greina. En sko, já, það var svona pínu, fekk maður svona alveg pínu til að hugsa, skilju, hvernig maður myndi einhvern veginn raukst í það. Ok, ég kom mér að svara fyrst. Komið þér, já. Og mér varst þetta, það eru 2 spurningar sem ég gerði, sem mér varst bara léttustu spurningarnar. Ok. Þetta er önnur þeirra. Þú veist, heldur þú núna að við séum allir með sama svar? Ég held, ekki allir. En það er svo svakalega margar Star Wars myndir til, margir karakterar. Ég held samt að annað eitthvað sé sammála mér. Ok. Sammála þér? Já. Og ég er að spyrja karakter, ég er ekki að spyrja gæði myndarinnar en svoleiðis. Bara fucking karakter myndarinnar. Ok, þú ert greinilega að koma í eitthvað rusl. Hljóma þannig. Það hljóma þannig. Já, klálega. Svona undirbúða það. Við getum orðað þannig að þessi karakter er það besta við myndar sem hann var í. Þetta er bara selt, já. Ég meina, þú veist. Darth Maul. En það er eins og að segja Jaws og það er eins og að segja Titanic. Já, ég er enda pínu ósamála, sko. Ósamála, Tate? Já. Darth Vader hefði verið Jaws. Já. Já, Tatur. Ég hugsa, ég meina, þú veist. Hann er með, þetta er alveg rétt hjá hann. Ok. Þannig að þú ert til dæmis með Darth Vader. Nei. Ég meina, við getum tjekka á símanum mínum. Já, hann er bara skipt svar. Hann er ekki verið að lesa svarið sem hann skrifaði. Darth Maul. Það er bara mjög fínt, sko. Já. Wow. Hann er eini sem er double-sided lightsaber. Það er svo margar senum á honum sem er alltaf bara gjörsalega sturlaðar. Þegar hliðin lokast og þeirra býða eftir honum. Það geggjað. Með hettur og tekur hann af sér, kveikjar á geislasverðinu. Þó þetta sé ekki góð mynd, þá er hann svo töff. Já, ég meina, ég er alveg sammálaðir. Hann er klálega highlightin í þeirri mynd, sko. En hérna, ég hefur hort á hann nýlega, þessu mynd. Já, það er ekki langt sér. Vist það hann eldast vel að? En mér er alltaf aldrei hún góð, sko. Nei, burstu við hvort hún sé góð ekki, en því, sko... Nei, hún eldast ekki vel, nei. Nei, ég er ekki að tala hvort myndin eldast vel. Já, hann? Vist, hann eldast hræðilega. Darth Maul? Alls hræðilega. Nei, hvað meinur þau? Sko, eins og í minningunni, þegar maður horfði þetta bara, það var hann, eins og þú lýsir bara, fucking... Svalur. Bara skuggalegu, sko. Hvernig sást hann síðast? Þú veist? Ég, 2 ár, kannski. Já, þú veist, kannski öllítið lengra, 3-4 ár. Ég held að sé svona 7-8 ár síðan ég sá hana, sko. Ég var pínu hissa þegar ég sá hana, hérna, að því, sko, hvernig hann var, ég bara hugsa bara, shit. Því minningunni var hann einhvern veginn bara, og það er kannski hvernig, sko, gæðin á myndunum er einhvern veginn, þú veist, hvernig maður er farin að horfa á þetta meira einhvern veginn, þú veist, betur gæðum eitthvað. Mér finnst bara facepaintið á hann, bara einhvern veginn, svo obvious einhvern veginn paint. Veitu, ertu að tala svona lúkki á hann? Lúkki á hann. Mér finnst bara ekki lúkka, þú veist, ég bara, shit, þetta er bara svona að vera bara, þú veist, málaði bara einhverjum... Já, ég skil hvað við. Bara einhverjum slöppum fucking make-up artista. Og hárið... Spara þar. Já, býttu. Og svo fannst mér einhvern veginn svona, þú veist, í minningunum voru hotnir á hann var svona frekar, mjög tætt, skilur. Þau Mér finnst það vera bara kortir í að fara á sviði með protegi, sko. Já. Það var bara Keith Flint eitthvað
Varst þú að horfa á eitthvað 4K eða 8K og sást bara öll smáatriðin og sástu línu bara á hodninu? Þetta var pínu þannig, sko. Ég er með galab munnuna því að hann ennþá svalur. Já, sko, mér varst hann alltaf bara alveg upp í topp. Og make-up ekki honum ekki hérna. Sko maður hafa það á hreinu. En ég bara að segja, þegar maður horfði á hann tilbaka, þá var hann alveg bara, þú veist, þú veist, einhvern veginn svona minningin, hann hefur betur gemdur í minningunni, sko. Ok, svo spurningin, Dórin að meina þetta, hann spila leikin? Ég held að sé 100% að meina það, því þú veist. Bæði? 100%, nei. Þannig hann glottið þú sagði þetta? Já, það getur vel verið. Já, ég skil hvað við. Það getur vel verið að útfærslan hjá make-up artistunum sé... Það skiptir máli. Haldið sér ekki 20 gæja sem eitthvað svartur, hann á að vera tattúar í face, eða átti ekki eitthvað tattúa eða? Nei, átti ekki vera bara húðir hans. Ég held að það átti að vera eitthvað flúraðar í feysinu. Nei, ég held að þetta væri bara... Ég held að þetta sé bara hann. Eitthvað alien, eða þú veist. Ég er að segja það, þetta er bara... Ok. Já, mér finnst það einhvern veginn bara... Það er bara mín skoðun, skilur við. Já. Og hann hafa allir rétt á sinni skoðun. Þó þessi rangar. Hvað er þú með? Ég held að þetta var kannski svona eins og badsins tíma, skilur við. Bara eins og með tónlist. Þú veist, bara eitthvað... Þetta var bara eitthvað svona goth, korn... Ok. Þú veist, eitthvað svona tímabil þar sem að þú bara eitthvað, já, þú veist, allir kaupa þennan og allir eru hann á Halloween, skilur við, og allir einhvern veginn tengja við og hann er evil. En það hlýtur að hjálpa honum. Nú er ég að klóra í bakkan. Það hlýtur að hjálpa honum. Þetta er spoiler fyrir Phantom Menace sem enginn fyrir sjá hana. 20 ára gömul mynd. Hann fucking drepur. Qui-Gon. Algjörlega. Ég meina, sér þetta með honum, allir þessi slagsmálatriði og allir þessi stönd sem hann er að gera. Stekkur af hann. Líka bara svo segir, þetta er fucking tvöldasverð, sko. Þú ert ekkert að topa það. Nei. Og lægið líka undir þar, tónlistin undir aðrinu. Tónlistaskórið er alltaf bara gæt. Já, það er mjög flott og fylgir mjög vel. Þetta er ennþá uppáhalds lightsaber bardaði minn í öllum Star Wars myndum. Bara allir þegar skilur þau verið fyrir aftan hliðin, þegar þau læsast og þeir býja eftir hvora öðrum, eftir það opni, sko. Það er bara ruglað, sko. Og hann bara svona eitthvað peysar fram og tilbaka og þeir hinur svona rólegið, sko. En hann er svo geggjaður í þessu hlutverki, Liam Neeson, sko. Bara í þessu atriði er hann sérstaklega góður, sko. Já, ég sammála, en mér finnst líka þessir 3 gæjar, Darth Maul. Mér finnst líka, Ewan McGregor alveg mjög vel kastaður í það, sko. Já, þessir 3. McGregor, Neeson, Darth Maul, Ray Park sem leikur hann, en hann er dubbar, vissu það? Hvað sér, hver er dubbar? Gæðin sem leikur Darth Maul, Ray Park, hann talar ekki fyrir Darth Maul. Nei, vissu það? Nei, ég man ekki eftir hann að tala. Darth Vader syndrom. Já, í rauninni svona smá. Þetta er alveg cool rödd, en þegar ég horfa á þetta eftir að ég veit þetta núna, þá finnst mér svona að sjá það. Já, það er sagt. Ég man ekki. Dreifut allir karakterinn niður. Hann er kannski ekki alveg af svalur. Núna er þetta orðið að leika leikinn. Þú veist alveg, já, það er rétt. Honestly, ég man ekki hvað hann segir. Já, hann segir eitthvað, hann segir 2 setningar eitthvað. Ok. Eitthvað, at long last, the Jedi will know about bla bla, eitthvað svona, sitt út þig. Ok, ég hef með Darth Maul. Já. Er einhver með Darth Vader? Rétti pöndið með Darth Vader? Engin, ok. Það er verið eins og Dóri segir, ég sammála því. Darth Vader, það er bara að segja Jaws. Jaws eða Titanic. Hvað ert þú með, Teitur? Sko, ég er með karakter sem er í bæði nýju og eða sem sagt í þessari mynd sem umræddu mynd og í 3, eða þú veist, original. Ekki segja Luke Skywalker. Nei. Hann er ekki svalur. Nei. Ég er með Obi-Wan Kenobi og ástæðan fyrir því er að því að mér finnst hann koma svo sterkur bæði ef McGregor er geggjaður sem hann og í ferlinu, sko, þú veist, mjög langt síðan ég sá þessar 3 Príkólmyndunar. Já, bara mjög langt síðan ég sá þær. En ég man bara að hann var það besta við þessar 3 myndir. Já, og hann var eina sem að, þú veist, hann var bara var að róa lífróður fyrir þessar myndir. Bara, nei, þetta er ekki svona slæmt, þetta er ekki svona vond. Því hann kom fannst með þess að leika. Já, klálega. Og þeir héldu þessu myndum alveg klálega. Já. Og þú veist, bara bæði þegar hann er nú man ég ekki, þú veist, þegar hann kemur hann á bara, hvað heitir hún? Það fyrir Portman? Nei, nú er 2 þar sem hann kemur þar sem að allir Boba Fett, bara stormtrooper á plánutunni sem er svona sjó. Attack of the Clone. Attack of the Clone sem myndir. Bara þegar hann kemur þar, mér finnst það svo geggja þegar hann er svona að reyna að selja
bara, nei, ég hérna bara að skoða og mér finnst það svo bara því miður verð ég að viðurkenna, ég man ekki hvað leikarinn heitir sem er leikarinn í original Alec Guinness. Já, hann er geggjaður þar, já, þú veist, já. Og ég kaupi alveg þetta stökk, skilur við. Þú komið gott svar, sko. Þú veist, þannig að mér finnst hann bæði bara sjúklega svalur í sem sagt gömlu, bara. Og líka... Og svo bara í nýju hann ótrúlega vel kastaður og ótrúlega vel ígrindar karakter og þú veist, og einhvern veginn, þú veist, bara svona að díla við það að hann hafi ekki sem sagt, að ástæðan fyrir því að Anakin Skywalker fer on the dark side, sé honum að kenna, hann hafi ekki verið náttúrulega sterkur, skilur við, þannig að hann er svona haldinn svona gilt, já. Og þú komst með gott svar, af því að... Hann er farin að selja þetta. Já, af því að hann kom mjög góð punkt, af því að hann velur karakter sem honum stóður töff í höndum tveggja leikara. Það 2 leikar sem leikan. Alec Guinness og McGregor, og þú ert að segja að þið finnst það töff, af því ég var að spyrja karakter. Ég var ekki að spyrja svalan leikara eða eitthvað, þetta karakter. Og Obi-Wan hefur leikin af bara sem 2. Og mér finnst alltaf cool nálgun, hefur. Þú ert ofalega hjá mér, Teitur. So far. Ég er alveg sammála. Mér varst ég og McGregor alveg frábæri í þessum myndum og svona gott, fárlega gott chemistry á milli þeirra í þessum myndum, sko. Ertu að tala um milli Liam Neeson? Ég ætla að tala um Hayden Christensen. Nei, shit. Ekki búið að tala um hann of mikið, þú veist, við má ekki vera of mikið heit, sko. Nei, ekki. Við elskum hann bara, segjum það bara. En sko, ég er svona paldið aðeins í þessu og alveg samlega, ég paldið alveg Darth Maul og mér varst hann bara eins og segja hann, einhvern veginn í svona minningunni eitthvað sé aðeins svona eldast. Ok. Svo svo maður einhvern veginn hugsa út í bara, hver er svalur, þegar horfður bara einhvern veginn á það orð. Það er mjög aðstæðlega, sko, Obi-Wan, bara geggjaða mentor, hann er ekki mynd svalur. Ok, ég skilji. Og svona eini karakterin í þessum myndum, þessar myndir að það, eins og þú sagðir, ég er alveg fan, en það er svona litar af því að samtölun og díalógun er byrjun styrður. Eins og það nefndir Luke Skywalker, langt í frá að vera eitthvað svalur, sko. Hann er ekki svalur. Og alveg góð karakter. Já, og þeir með eiga það, þú veist, þeir láta þetta virka, skilur. En hann Solo er náttúrulega svona bara, þú veist, above. Hann er cool guy. Já, hann er alltaf svona svalur, skilur, svona street smart, casual, smá flirter, smiklar er búin að ferðast mikið og eitthvað og það er enginn að fara að fokk í honum, sko. Hann er smá svona, ég ætla ekki að segja bad guy, en hann er svona smá... Hann darar á línu, skilur. Já, hann er rough. Já, og þú getur alveg, þú veist, það er svona, þú trúir alveg einhvern veginn upp á hann. En ég var bara að velja minn mann í þessu, sko. Það er Chewie. Það var þetta Chewie? Já, hann er bara frá því ég sá þessa myndir, hefur verið minn maður. Það? Já, bara svona, þú veist, huge, mikið skegg og virkar svona svo vitlaus. Já, er það bara ég? Nei, sko, svo er hann með þetta ammo-belti, lappar með það, skilur, og er ekkert bara down í allt. Hann er alltaf bara til í eitthvað fætt. Og svo er hann alltaf með, sko, hann er ekki með 2 saber, sko, en hann er með, lásbúan, laserbúan, sko. Já, ok. Sem ég alltaf fundist, svona öllum sem byssum að það har alltaf verið með fucking svona litla skambis eða eitthvað Ég er svo ljóta. Og hann er alltaf með eitthvað svona proper gun, sko. Chewbacca. Mér finnst eins og ég hef verið að hlusta podcast þar sem þú varst að tala um að hann væri óþolandi í einhverju mynd. Chewbacca? Já, var það ekki hann? Nei. Það hlusta okkur annað bíómynd-podcast? Nei, það er ekki bíóblæður, ég horfi ekkert á neitt annað en bíóblæður. En sko, já, ok. Ég hefði sko frekar, hefðist, að því að sko ef þú hefði sagt Han Solo, það hefði ég eiginlega frekar, ok. Han Solo er samt bara Jaws líka. Það er Jaws svart. Já, ok. Af því þegar ég bjóð til þessa spurningu, þá hugsaði með mér, ég fyrir kannski að vera að velja Han Solo, en það er svo, þú veist, ég vinn það, hugsaði ég. Þannig að þú fær prófs að velja hann ekki. Það er bara allavega að Chewie hefur alltaf verið minn svona maður, sko. Ok. Þögn í podcastunni, ég er að hugsa. Þið búin að ákvæða hver fær svarið? Nei, hver fær réttin? Atkvæði ykkar? Stigir? Já, sko, Darth Maul fær ekki stigið mitt. Ég er sorry. Ég finnst það aðeins of obvious. Ég finnst það að Joss var?
Já. Af því hann löðrar í svalleika. Þú veist, nei, já, kannski, ég veit það ekki, þú veist, það er bara svona einhvern veginn, eins og ég segi, þú veist, nú skil ég bara eitthvað, þegar ég skrifaði þessi spurningum, þá var ég bara með þennan mann í huga, og bara svona, já. Já, ég skil ég. Þannig að þegar ég sagði Darth Maul, þá varst þú bara svona auðvitað. Já. Ég er samt pínu ósammála. Ég er svona, þú veist, það er ekkert margir sem kom til greina, þannig séð. Finnst þið það? Þú hefði alveg getað farið kannski í einhverja... Hefði alveg getað... Þú hefði getað farið í Boba Fett. Mér finnst hann kúl. Mér finnst hann kúl. Mér finnst hann svalur, hann deyr samt kjánlega. Já, hann er bara svo lítill karakter, skilur, hann er alveg svalur. Já, en það er spurningin, skilur. En mér finnst þú þurfa að vera með eitthvað aðeins meira, kjöt og benum. Já, líka að hafa átt ykkurar, svona aðeins stærri sinnur, sko. En ég meina svo Chewie er ekki bara einu svona línur. Alla myndar. Obi-Wan kemur frá dauðum. Já, ég meina, ég get alveg sagt það strax að ég gef þér frekar stíði. Dóri brjála. Já, ég meina, finnst þú ekki að horfa á þau? Sko, ég ætla að gefa þér stíði mitt, af því að mér finnst cool pæling að þú er inni, þér finnst það svalur og mér finnst það alveg svalur, ég get ekki alveg Chewie, sorry. Eitthvað dýr sem að öskar bara eitthvað og mér finnst hann aldrei gera neitt cool. Hann Obi-Wan er búin að eiga alveg nokkuð svona cool moment, sérstaklega sem þegar Jómi Gröggar leika hann. En mér finnst það cool að það er 2 leikar sem leika hann, en þér finnst hann svalur hjá báðum. Stigið mitt til Tates. Nú boltin í ykkur. Já, ég ætla að gefa frekar en Chewie, sko, og frekar en Darth Maul. Ok, það fær Obi. Sko, ég er algjörlega, sko... Ósamalessu? Nei, ég finnst að þegar maður var að velja þetta og mér fannst ég vildi velja það, minn kall, minn svona karakter, það er svona, þú veist, sem maður hefur alltaf fílað. En ég, sko, mér finnst Obi-Wan alveg svona næs mentor, en mér finnst hann ekki svalur. Þegar það er ekki svalur. Þannig að ég ætla ekki að vota hann, sko. Hann er verið með tiebreaker. Nei. Jú, ég með Darth Maul. Já. Já, en ég valdi hann. Hann valdi mig, ég vil mig. Þú valdi þig? Já. Okay. Ég segi, ég get ekki valið Darth Maul og ég get ekki valið Chewie. Þannig að mér þykir mjög vænt að heyra þetta, Dóri. Svona persónulega. En ég fekk ekki sigurinn í þessar spurningu. En sko, hvað, þú veist, finnst þér að vera ótrúlega svalur. Ég skil þegar þú segir en mér finnst bara karakterinn hans svalur, af því að hann fer í gegnum, þú veist, Obi-Wan, af því að hann fer í gegnum svona smá tráma, þú veist, og hvernig hann kemur í, þú veist, þú veist ekki það að ég ætla eitthvað að selja þetta, en mér finnst það bara svalur. Ok, á gaman að þessu. Ok, næsta spurning. Það er hinn spurningin mér sem ég á bara eitthvað svona með ákveðin í huga. Já, ok. Og ég á bara eitthvað svona, þetta er no-brainer. Ok. En þarna líka kannski, ég ætla ekki að segja spurninginu fyrst. Já. Númer 4. Hvaða ógeðslega kvikmyndamorðingja myndið þú alls ekki vilja hafa eftir þér? Ég er mjög spenntur að heyra spurningu á þessu. Ok. Og Teitur á að byrja. Áður svarar. Voruð fljótar að svara þessari? Já. Ok, en þú, Dóri? Maður er hún ekki. Sko, ok, pælingin er, þú veist, þú talar að vera á eftir þér. Eða, þú veist, erum við að, sko, eins og ég las þetta, ég hugsaði bara eitthvað, ok, ef að ég væri í þessari mynd, skilur við, ef að ég væri í, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona obvious, einhver svona karakter sem að bara eitthvað, já, þessi er ógislegur, þessi er þú veist, hann er á eftir mér, hann er með chainsaw, eða hann, þú veist, er með grímu og hann kemur í, Þú fórst ekki þanga? Nei, hann kemur, þú veist, hann kemur og hrellir mig á Halloween, eða, þú veist, eða eitthvað skrím. Ok. Þannig að ég kemur karakter sem að ég myndi sturlast úr hræðslu sem þessi, þú veist, Ef að þessi myndi elta þig? Já, og sko, en þetta er ekki spurningum að elta í þessari mynd. Það er svona eftir þér? Það er spurningin. Já, þú veist, á eftir þér er samt, þú veist, þú getur, Hann er ekki að reyna við þig, hann er að drepa þig, skilur. Nei, algjörlega, en þú veist, en þegar þú hugsar það, þú veist, ok, þótt ég væri ekki aðal karakterinn í þessari mynd, en ef að þessi morðingi myndi ákveða bara eitthvað, ég ætla að stúta þessari mannesku, og ástæðunar, þú veist, þyrfti ekki að vera eitthvað augljós, skilur, bara eitthvað, en hún ætlar að gera það, og þessi manneskja mun gera það á mjög, mjög vafasaman og mjög svona manipulative hátt. Vá, ég er spennt að heyra hvað valdir. Hvað valdir þú? Ég valdi Annie Wilkes.
sem Kathy Bates í Misery að því það það sturlaðasta sem að ég man bara þegar ég sá þessa mynd og bara þessi pæling að vera bara fastur einhvers staðar og hún trítar þig bara geggja næs en svo, þú veist, svo fokkar hann upp allan tíman en svo mætur hún daginn eftir og hún bara í jolly good, skilur að þarna væri hausinn á þér myndi bara sturlast og ég einhvern veginn svona setti mig í spor að þú veist sama hver það því hún myrti alveg fleiri, skilur Pínur svo var svona water torture Já, þú veist að þú ert bara fyrst ertu bara, ok en þú getur náttúrulega bara falið gagvart einhverjum manneskjum, skilur sem að þú veist það eru obviously vondar en þessi manneskja það ekki og hún, þú veist, fokkaði upp svona, hvað segir maður, svona gradually. Þetta er skemmtilegt svar. Einast sem ég að pæla, ef hún kemur eftir þér, og ef við gefum okkur það að þú sett ekki James Caan í Misery, þú myndir bara fokka henni upp, sko. Þú bara fokkar henni upp, skilur þau. Já, en það er svo obvious, þú veist, algjörlega, ég er samt ekki vissum að ég myndi taka Kathy Bates, sko, ég menna, hún alveg, þú veist, það er alveg tökkur í henni. Já. En ef þetta er bara líf og dauða þauður... Þú myndir taka hana niður. Já, en þú veist, en algjörlega... Þú myndir bara yfirbúa bara glíma. Ef þetta er bara líf og dauða. Já. Þú myndir fokka hana upp. Nei, ég myndi ekki gera það, sko. Nei. Og mér finnst þetta að því þetta er bara svo... Að ég setti mig frekar í spór, þú veist, manneskjunnar sem að í myndinu og ég myndi frekar vera, þú veist, svona karakter, skilur við. Bara eitthvað, og það væri frekar en að vera slæsaður eða dæsaður, skilur við, þá myndi ég ekki vilja vera tekin svona. Það er svolítið gaman að þú túlkar þessu spurningu svona. Ég held að þú fáir ekki mikið stig fyrir þetta, það er mörg stig. Það er leiðilegur. Af því að ég líka, svo ég að setja þetta í, ég að sjá fyrir mér að hún elda þig. Fyrst held ég að þú hlaupir hraðar nú, ég alveg viss það. Já, ef þetta er bara svona, þú veist, elda. Ég óslega spenntur að bara heyra þitt svar. Ég ætla bara svona, heyru, ég myndi bara gera þetta. Ég get sagt þér, hann myndi fokka mér upp, sko. Ég væri döður og núleitni. En það er ekki komað mér strax. En það sem mér líka gaf spurningar er hvernig túlka mennur spurningar. Af því að þú fær einhverja útskýringar. Þetta er bara spurningin. Og mér skúla þetta er þín nálgun. Já, ég var mjög svona svipa, Hvað ert þú með, Dóri? Ég tek alveg undir með Teiti, hvernig hann nálgast það. Ég var, sko... ég horfði þetta þannig. Ef ég get dreipið gæðan, þá er ég alltaf 50-50 sen, sko. Þú veist, þú getur alveg bara fucking set, Desert Eagle í, inn á þig og þá ert alltaf, ef þú getur dreipið hann, þá ertu með alltaf, þú veist, ert alltaf með 50-50 sen, skilur við. Já. Þannig ég hugsaði, sko, þú veist, ég var svona, og ég tengdi kannski þú veist, maður kannski obvious líka að tala og kannski tengi lítið við það, þú veist, Kruger eða Jason eða þessi Leatherface eða whatever, skilur við. Þessi klassísku slashergæðar. Já, líka bara, þú veist, hafa þeim byssu, skilur við, og getur drepið hann. Þeir hafa lifað það svo helviti mikið. Já, ég veit það, en þú veist hvað ég meina, skilur. Ef hann pínu, skilur, mortal, þú veist, þá átt alltaf svona, ok, ég get bara, þú veist, ef ég bara með gun, þá ég bara pínu safe, sko. Ok. Eða, eins og þú segir, bara tekið þess að killa sem Teiti var með, bara, tekið hann niður, skilur. Þannig að þú átt alltaf sem séðans í einhverjum fight. Og ég svona pínu að stragla með, hvað fucking gæði er þetta maður? Og var að hugsa mig, skilur, einhverja svona nánast, einhver svona skrimslið eitthvað þannig. En svo gæðin sem ég valdi, var bara svona gauð sem ég myndi ekki nenn að hafa hann eftir mig, sko. Það er hundleiðilegur. Bara vesen, þetta er bara vesen. Já, þetta er vesen. Og það er fucking T-1000, einhver shapeshifter. Geggjað! Getur einhvern veginn aldrei treyst neinum, hann bara, þú veist, hann ringir í þig bara að segja mamma þín að vatnið að vera, skilur, og þú veist, fer í gegnum allt, og líka bara hann drepur, það bara sverði í gegnum auga. Það er bara hands down. Þetta er ekki svo Nei, ekki meira endur. Þetta er geggjað svar. Og þú veist, bara hann hættir ekkert, skilur, hann hleypur eftir, þú skýtur hann bara heldur áfram, þú veist. Oh my god, þetta er negla. Þetta er mikil negla, því að sá gæi, það er stöð sem ég horfði á T2 og ég er sammála Dóra, það er erfitt að hann eftir. En sko, þessi karakter eldist sturlað vel. Og það sem ég líka horfði á, skilur, þú getur aldrei orðið rólur, skilur, þú getur aldrei treyst. Ég geti verið hann hana. Já, algjörlega. Fatti. Þannig að ég sæði fyrir mig, þú getur aldrei verið einhvern veginn bara, ok, ég fer bara í felur með einhverja fjölskyldunum með mér eða konunum eða eitthvað svolítið, skilur. Það er aldrei sen, sko. Nei. Þyrfti basically bara einangraði. Já, og eins og þú sagðir, þú ert ekki að fara í slag við hann. Nei. Hann líka bara fucking, hann bara heggur þig, skilur við. Djöð maður, ég þor ekki segja svara mitt. Nei, ok. Mitt er voða basic, sko.
Þú var ekki að segja. Mér fannst í rauninni bara eitt kom til greina. Ég er náttúrulega með fullri vinningu fyrir þetta. Ég er ekki að fara að velja 60 konur sem ég geti eða hlaupi frá. Þú veist, ég er bara kýlan í andlitið. Fatti. En eins og James Caan í Mission, hann átti ekkert mikið séns. T-1000, ég hef alveg trú á mínum hæfileikum til þess að slást. En ég er ekkert að bara, hann myndi stúta mér á núleitni. En sko málið er, eins og með minn karakter, þú myndir ekkert ráðast á hana áður en hún fokkaði upp. Nei, leið og hún myndi sína eitthvað. Hún er meira sneaky, sko. Já, þú veist, það sem ég horfði á þetta bara eitthvað, þú veist, að hún myndi nota öll brauð á mig sem hún notaði á, þú veist, á hann, skilur, þú veist, við erum ekki farið í slag að ég ætti aldrei vona á þessu. Þú myndi bjóða þér í kaffi, svæfa þig. Svo er ég bara, þú veist, svo fætum þið bara. Já, en En ég meina, þú veist, bara, það þarf ekki að ræða þetta, ég gef Dóra svari mitt frekar að mitt, sko, núna. Bara þetta er gergja svar, sko. Ég skilji, kannski ef þú hugsaðu þannig, þessa spurningu, að það myndi ekki bara hafa samband við Annie Wilkes, bara sagt við hana, herru, þú voru að drepa teitt. Og þá myndi hún væntanlega, sem þú segir, nota sínar aðferðir sem eru sneaky til að gera það. En það er svona meira svona assassin nálgun, sko. Já, algjörlega. Og ég fann að rugla í minni einspurning. Já. En ég valdi karakter sem ég myndi ekki heldur en að hafa eftir mér. Af því að ég get ekki í rauninni slegist við hann. Ég get ekki unnið hann, ég get ekki mynd skotið hann. Og það er Freddy Krueger. Af því að hann kemur þegar maður er sofandi. Maður er svo berskjaldað þar. Það er eitthvað, ef ég væri þannig að ég þyrfti bara halda mig vakandi. Ég get alltaf að fara til Brasilíu til þess að flýja T-1000. Hann myndi samt finna þig, sko. Hann myndi reyndar örugglega finna mig. Ég myndi ekki lifa af. Ég hef drepin á Íslandi. Það er klart mál. Þannig ég er kannski með smá boring-svar. Pínu Jaws. Þetta er pínu Jaws. En ef ég hef sagt hákallin í Jaws, hefði það verið cool svar við þessar spurningu? Nei. Ekkert koma á óvart. Þú bara ferð á land. Ég veit ekki hvað er vandamálið. Já, ég er fyrir ekki teitisvarið en þetta er þitt, sko. En nú ná að plata mig í sjóin. Góðum við kjaftaði. Ok. Þetta er alltaf klálega Dóri. Dóri, 100%. Þetta er geggjað svar. 1000 maður. Ég myndi ekki nenni hafa hann eftir mér. Nei, það myndi það ekki nokkuð maður. Ekki einu sinni svarsi. Nei. Hann var ekki nenni. Þau voru tómu baslið að drepa heldur. Bara bullandi vesen. Nákvæmlega. Herðu, ef við ekki bara frá í næstu? Númer 5. Hvaða mynd finnst þér að vera góð sem er byggð á sannri sögu? Það er svona bara létt. Er það? Ég veit það ekki. Ég meina, þú veist, ég held að þessi frekar í þessu tilfelli þá er það frekar fleiri en færri. Já, þetta var svona pínu sem með tónlistina, sko. Ég bara, já. Fannst ykkur þessi erfið? Eða mikið um að velja? Mikið um að velja. Ekki erfitt að finna eitthvað sem komið til greina, en bara hvernig hvað það er að velja í lokin, sko. Ok. Sjónulega. Hver byrjar? Það er Dóri sem byrjar núna. Ok. Þetta var svona pínu thought process. Tölum við eins og mynda áðan, svona fyrsta mynd sem kom upp í huga var Walk the Line, frábær mynd. Ok. Og eins og fórst að tala um áðan með þess að tónlistamenn og leikara, hvernig leikara geta líka sungið eitthvað. Bara í þeirri mynd það er algjörlega sturla að þau hafa verið, sko, náða bara púlið það. Púlið það að taka kass og láta það vera believable. Man er svipum mynd kom ekki rey út á svipum tíma. Jú, mjög svipum tíma. Jú, það ekki. Og ekki bara ára millið. Já, mér varst hún bara til dæmis alveg bara ekki koma nálægt Walk the Line. Það ekki? Nei. Mér finnst þú góð mynd, sko. Já, mér finnst þú góð, en mér finnst bara ég bara trúði miklu meira Joaquin Phoenix, sko. En kannski tengir líka bara betur við karakterinn, tónlistina. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, það að hún hafi leikið Legally Blonde og pullað þessa mynd, Já, ég man þegar Dóri sagði mig. Ég þarf að sjá hann aftur. Dóri sagði við mig bara, Reese Witherspoon, í Walk the Line. Hæ? Og hún bara almennileg. Já, það er ekkert að þessu. Og er þetta bara þegar þú skotin í henni? Það er alltaf mega gröss, sko. Já, bara. Ég valdi það mikið fyrir hana. Nei, það er bara þessi mynd. Sko. Þú ert að tala bara þú skotin í karakterinn. Já, bara, þú veist, mér er spes mynd, kemistri í þeim bara fullkomið, ég bara trúði alveg með einhvern veginn. En við Reese Witherspoon, æðislega í dag, sko. Follow hann á Instagram, geggja. Svo er flott leikona. Svo fór maður meira að hugsa um þetta og mér fannst Catch Me If You Can hefur alltaf verið finnst mjög skemmtileg. Og svona líka bara sú saga er alltaf bara
bara eitthvað algjört bull, sko. Bara þetta að þessi gæi, það er bara gert þetta. Já, bara lifa svona, bara nenni þessu. Svo Cool Runnings, mjög varst hún líka. Geggjuð Það er gott pick. En mitt svar var önnur mynd með eitthvað frábæri kasti, The Untouchables. Hún geðvig. Það er náttúrulega bara með eitthvað svona algjöra stjörnuhópa leikurum og þú veist og þvílíkt chemistry. Já. Sko, Kevin Costner, maður einhvern veginn svona, maður aldrei svona tengt mikið við hann einhvern veginn Alltaf dýrka. Alltaf dýrka hann. Já. Mér finnst alveg góður, ég aldrei dýrka hann. Í þessar mynd var bara, fuck, dýrka hann, sko. Já. Andy Garcia, einhver gunslinger í myndinni, frábær og Connery náttúrulega. Það ónar þessi mynd. Já, hann er það frábær. En Robert De Niro í þessar mynd. Æðislegur. Þykkur. Já. Hann bara pumpaði þessu upp, þetta líka. Hann er scary í þessar mynd. Mjög scary. Hann sko, að því maður oft séð svona gaurinn að fara í þetta hlutverk, sko. Hann bara einhvern veginn, mjög aðstæðan að náði að bara vera, hann var ekki að leika einhvern veginn. Hann var ekki að reyna að búa til einhvern veginn, sko, herm eftir karm, hann var hann en samt svona kom eitthvað svona nýtt einhvern veginn svona fleira ára og það var bara svo mörg góð atriði í þessar mynd, þú veist atriði þarna á lestastöðinni, þegar að býja til gaurinn og koma lestir geggjað og bara það einhvern veginn beisbólatriði geðveikt og þannig já, margar flottar atriði og Sean Connery náttúrulega geðveikur þegar kemur hann eitthvað typical, bringing a knife to a gunfight. Já, ég bara ennþann dag þetta, spoiler fyrir 40 ára gamla mynd Untouchables, þegar hann skotin. Það er þetta atriði. Ég er alveg bara einmitt. Og hann líka með ekki skotin, hann bara fucking tættur, bara Tommy Gun. Já. Það er frábær mynd, það er mitt pick. Já, en ég verði að tala um þessu mynd, af því að mér er svona geggjuð. Það er svo cool atriði þegar Elliot Ness, Kevin Costner, er upp á þaki með Frank Nitti, gæðin við hvítu jakkot. Já. Þannig hendur hann á þakinu. Það er gæðin verið eitthvað ríða kjaft, það er gaurið sem draf Connery, vinn hans. Já. Og hann segir, ég veit ekki hvað þú mannst þetta, eða því, hann segir við Costner. Hann segir eitthvað, ja, vinniðin öskra þess eitthvað. Já, skvílega pík eitthvað þegar ég draf hann. Og Costner hleypar á honum, tekur hann, hendur hann á byggingu og þegar gæðin öskra á leiðin niður, þá spyr Costner öskra eftir hann, did it sound something like that? Þetta er svo cool atriði, ég elska þetta atriði. Það er geggjum mynd. Þessi mynd er náttúrulega bara út í gegn, alveg fárlega söl, sko. Brjáluð. Ok, Untouchables. Sko, ég meina mynd hérna sem að Dóri fílar ekki. Ok. Þannig ég er svona pínu stressaður að segja hana. Þú voru að bakka mig upp til þér. Ok. Það er Dóri áttur um einhverja stæla. Hvað er eitthvað fucking... Það er ekki búin að tala við minn. Það fá mig vatn hérna á hann, ég segi það. Þetta er spurning sem ég var ekki með eitt svar við. Og ég meira segja, ég var svona að hugsa um nokkra myndir. Ég meira að googlaði. Ég ger það alveg stundum, kannski bara eitthvað svona movies based on true stories eða eitthvað. Bara þess að sjá svona, er ég að gleyma einhverju. Þá poppa bein mynd þar. Og ég verð að velja hana. Það var svona drullu skemmtileg, ógeðslega góð og þetta er svo snar klikku saga. Og það er Wolf of Wall Street. Já, hún poppar upp í listanum. Einmitt sem að maður sá. Já, það eru litlar undirtektir hérna hjá okkur. Þú veist, ég sá hana. Fannst hún ekki góð? Þú veist, jú, mér fannst bara, hún góða með að ég var að horfa á hana, en þú veist, hún skildi ekki eins mikið eftir og hún, þú veist, já, hún bara skildi ekki það mikið eftir. Lefst í kapli og geðu ykkur sér. Hann er geggjaður í sér mynd, ekki, þú veist, ekki miskilja það. Hann er geggjað fyndinn, og við sem sá ég hérna broti líka, hérna, Hilfe, hann er ekki Wolf of Wall Street. Hvað var það? Hérna, hvað sástu brot? Nei, ég sá bara, ég var að tjekka á einhverju, ég man ekki af hverju og þú veist hvað það var. Það ég man ekki, þú veist, ég get ekki listi eða... Og það tala um eitthvað atrið úr myndinni? Já, ég held það. Ok. En allavega, geggjaði karakterar og geggja kast. En ég veit ekki hvort að maður bara svona tengir svona lítið við þessa sögu, sko, þetta er náttúrulega bara... Ég tengi ekki við hana þannig. Þú segir, ég fíla ekki. Ég eitthvað tjáðan töluð um þessu, þú varst bara, mér fannst það ekki spes. Er það ekki rétt? Jó, ég skal kannski aðeins því maður við áttum þetta samtali, maður hefði tölum hérna Wolf of Wall Street. Svo sá ég daginn, að því svona í minningunni þá, þú veist, að ég er alltaf mjög mikil DiCaprio maður og þetta er Scorsese mynd, það ekki? Pínu svona, þetta er alveg Scorsese-legt, en samt pínu svona
pínu svona nýtt fyrir hann einhvern veginn, eða svona, pínu svona, þú veist, ekki svona hans typikal, það með ekki orðað þannig. Og mér svona minningin var bara allt í lagi, þú veist. Þess að sagði hann aftur daginn. Eftir við tölum saman? Já, ok. Og hérna, eins og þessi saga er náttúrulega bara fáránleg. Algjört bull, sko. Og hérna, þú veist, atrið hérna, og líka hann, hérna, Jonah Hill. Gekkjærinni. Fucking tennurnar. Já. Og hérna, allt fyndið við hann í þeirri. Bara að horfa á hann. Þú bara fucking fyrir að hlæja þessu gæði, sko. Já. En án þess að það samt vera Jonah Hill hlægilegur. Nei, nákvæmlega. Þú veist, það er einhvern veginn, það er það, þú veist, hann er ekki þessi, hérna, Superbad Jonah Hill funny, eða eitthvað svoleiðis, skilur, það er bara eitthvað, hann er bara sjúklega góður í henni. Hann er bara góður leikari. Já, líka bara hvernig það fyrir hann all in bara að fara að vinna fyrir hann. Já. Bara sýndu þér fucking á þessuna. Ég kem bara að vinna fyrir þig. Og það er svo mörg góð atrið í þessari mynd. Veistu, þegar Matthew McConaughey er að tala við hann, hvað er svo oft rungar það er? Eitthvað svona, maður er alveg bara, DiCaprio bara hvernig hann leikur þetta? Hann er bara svo góður leikari. En hvernig fannst þess myndin og horfðu núna aftur á hana? Og var þitt álit eitthvað búið að breytast með þessast, að þú sást á núna í annarskipti? Eða þriðja eða hvernig það var? Já, sko, mér fannst hún betur með myndi, alveg klálega. Og hérna, mér finnst það ekki, sko, ekki besta DiCaprio myndin, ekki besta Scorsese myndin. Nei. En hérna, klálega betur með myndi, sko. Og þú veist, að því hún er alveg svona, hún er alltaf bara yfirdrifin. Það er alltaf bara algjört bull sem er í gangi þarna, skilur. Og hérna, og ég held að svona eina leiðin til að gera þessa mynd, þú veist, er bara að fara þarna all in, sko. Og hérna, og svo sett maður, ég veit ekki, svo var maður í manið þegar maður sá hann í bíó sín tíma, maður fór einhvern veginn að googla hann að gæja hann, hvað er hann, Jordan Belfort, og bara hvað þessi shiti, þú veist, var, þú veist, að mjög sem bara þetta hljóta að vera einhver ígjur og eitthvað svona kjæta. Þá var hann ekki einhver fucking, eitthvað svona, ráðgjafi fyrir myndina. Jú, ég held það alveg örugglega. Ég vil lesa bók eftir hann að gæja, bara hvernig á að vera sölumaður. Og mjög áhært svona, fá svona, skiknast inn í hans prósess að vera, hvernig er að vera góður sölumaður. En líka stórastur í valdi þessa mynd, að mér finnst hún frábær. Hún er aðeins svo löng, mér finnst það, að þetta er basically bara grimmynd. Það er rosalega mikið grín í þessari mynd, mér finnst þú fyndin. En það er ástæð fyrir að grimmyndir er ekki svona langar. Þú heldur ekki þessu tempói. Nei, líka bara, sko, 3 tímar, það er eitt, skilur, á einhverju gríni, en 3 tímar af bara svona, yfirgengnu rugli, skilur, það ertu bara, þá verður býnur svona, þú veist, þetta er fyrstu byrja, það er bara, fuck, hvað er að horfa á maður? Hérna, þú veist, þetta er bara eitthvað crazy. Svo er þetta bara venst þessu. Hlutin sem eiga að vera eitthvað bullar, þú veist, ruglaðir, þeir verða bara svona nánast venjulegir, skilur. Algjörlega, en stærst ástur í valda þessa mynd, að þegar ég eins og segi, ég googlaði nokkra myndur og sá þessi, ég bara, já, ég ætla að velja þessa mynd. Að mér finnst svo magnað að gæinn sem gerði þessa mynd, Scorsese, hann er mjög gamall að gera hana. Og mér finnst, þegar menn eru svona gamlir, þeir gera oftast ekki svona mynd sem er svona full af orku, full af ástríðu, og hún er alveg bara svona bomba þessi mynd. Og Scorsese er allavega 70 þegar hann gera þessa mynd. Og mér finnst það bara magnað. Og ég er ekki svona sem betur en Goodfellas eða Casino eða þessa myndir, en mér fannst bara, ég maður því ég sá þessa mynd, að því að Tarantino er oft sagt að leikstýra sé bara svolítið svona young man's game. Og ég hugsaði mig þegar ég sá Wolf of Wall Street, ég var bara eitthvað, vá, þessi gaur, hann er bara ennþá all in. Þess vegna valdi ég hann. Veist það mjög góða punktur, þannig að tempo í þessu myndi er náttúrulega bara greiðalegt, sko. Fárálegt. Og hérna... Það er þessi 35 ára gæi, 30 gæi gera þessa mynd. Það er bara, hérna... Það er alveg líka svona einhver sögubygging, það er einhver karaktersköpun, skilur, það er ekki bara einhver pjúra kistla, skilur. Þetta er vöndu mynd. Já, en einhvern veginn, rétt sem þú segir, ná því að einhvern veginn, þú veist, á þessum aldri einhvern veginn er, hérna... Ótrúlegt. Mjög góða punktur, sko. Bara líka að þú pælir í inneldunni, allt þetta rugl, dópneysla, kynlíf, allt þetta, og svo baka kameruna, er bara eitthvað næs, gamalt kall, og hann virkar mjög rólegur, finnst mér svona í viðtalum og svona, nokkur svona rólegur gæi, Scorsese, svo bara gera þessa sprengju. Það er meira svona eins og Guy Ritchie eða eitthvað, þú veist. Já, eða Tarantino hefði gert eitthvað svona myndið eitthvað, ekki hann. En ég held að þessi mynd hefði algjörlega floppa hefði, DiCaprio ekki leikið það, sko. Ég held að myndin stendur og fellur algjörlega með honum, sko. Að hann hafi einhvern veginn náð einhvern veginn að gera þetta einhvern veginn aðgengilegt, sko. Það sem handlingan er ekki, ég vil ekki minna hann að floppa, því mér finnst það bara vel skrifuð, en ég er alveg saman að þetta stendur svolítið að fellur með honum, að því að hann það líka gera þennan karakter, ekki enda likeable, er svona við þurfum eitthvað að tengja við það. Og DiCaprio er bara svo ógeðslega góður leikari. Já, sjúklega. Hann bara svona næri þessari neglu. Hver er næstur? Það er... Dóri Búinn. Sko, glemma hvað hann sagði það. Hann sagði hver er næstur? Ná, ég sagði bara... Þú átt eftir það ekki? Jú, ég var eftir. Þú varst með eitthvað leila mynd, ég haf ekki
Ég er svona, Dóri, þú varst með Untouchable. Með áfyrirgjöf. Ég bara, what? Ég er svo djúpt sokkinn Já. á Wall Street. Dóri var með, ekki Walk the Line. Ég næstu ég sagði það, sko, en ok. Bói, veistu það, ég er búin að gleyma því. Já. Ég þarf bara að klippa allt þetta úr þetta. Það er farin. Þú talaði svo mikið um Wolf of Wall Street. fucking De Niro með hafnaballakiluna. Untouchable. Já. Já. Vá, ég bara horf úr mér. Ok, hvað ert þú með? Sko, ég veist, í fyrst sagði var ég með eitt svar og svo einmitt googlaði ég bara eitthvað, ok, þú veist, bara heyrðu, vá, ég kannski bara, þetta er erfitt að muna. Það er erfitt að fara yfir listan, þú veist, af hvað er Svo líka bara svo margt. ofboðslega margt og ég skrifaði einmitt, eins og segi, Walk the Line, svo skrifaði ég skrifaði Theory of Everything. Já, Stephen Þú veist, Hawking. já, ótrúlega Ég sá flott, hann ekki. nei, ok, ótrúlega flott mynd, eins og gott, ég valdi hann ekki. Pursuit of Happiness finnst mér geggjuð, Já, þú veist, and The Pianist, Hotel Rwanda, þetta er allt skuggar Já, að þetta góða er myndir, myndir, þú veist, bara hvað. þetta er svona opið. Já, þetta er, einmitt, eins og ég segi, þú veist, þú veist, bara valdi mynd og bara af því ég sá hana þarna og ég hugsaði bara eitthvað, vá, ég fór einn á hann í bíó og hún skildi alveg þú veist, ég var bara svona alveg bara svona þokkalega svona í mólum eftir hana, þú veist, að því hún er svona samfélagið og þú veist, og geggjuð tónlistíðinni, geggjaða leikstjóri og geggjaða eðalegni. En ég er ekki við sem að þið fílið hana. Og hún er svona, fólk er, þú veist, margir sem bara fíla hann ekki og sagan er náttúrulega umdeild, sko. Viltu að gefa mér bara strax því? Nei, alls ekki. Ég valdi Into the Wild. Ok. Já, þú valdi leiðilega mynd. Já, góður. Nei, því að mér finnst sagan alveg klikkuð. Aha. Já, þessi saga er Þetta var einhvern ræfil í einhverju sendibíl. Nei, hún gerir það náttúrulega ekki. Hún gerir það bara alls ekki. Til þeirra. Já. Binni Löfur er pyrrað núna því hann elskar þessu mynd. Það er alltaf leið. Nei, þess að pyrrað út í mér því ég var döllið fyrir hana. Ok, finnst Binni Löfur megi alveg máluður pyrraður. Finnst þetta styrlu mynd? Mér finnst þú góð. En mér finnst líka kannski, þú veist, það er náttúrulega, ég er bara síðan einu sinni. Ég sá hana bara þegar ég fór í bíó og ég hugsaði að ég þarf aldrei að sjá hana aftur. Það er fullt af myndir sem eru bara þannig. Þannig ég veit ekkert hvernig hún endist. Ég var bara einn í bíó, hlusta bara á Eddie Vedder, þú veist, syngja eitthvað, þú veist, bara eitthvað soundtrack sem mér varst mjög flott. Hún, þú veist, fjallar stráka og hvað, þú veist, hann er að klára university eða college og og þú veist, ákveður að fara ekki í áframhaldandi nám. Og þú veist, og bara svona sker sig úr samfélaginu, skilur við. Og bursi frá því hvort að það sé sniðhugmynd sem það er ekki þá er þetta samt pæling, skilur við, það eru fullt af svona hugmyndum í sér sem er alveg verðugt að skoða hvernig samfélagið eitthvað byggir og hverju það, þú veist, byggir og hvað við viljum út úr lífinu. Í minningunni, ég er bara síðan einu sinni, ég er með þess að keypti hann á DFD á sín tíma. Þetta var svona blind buy, allar pissi í sig yfir sinna mynd. Svo sá ég hana og í minningunni þá var sem ekkert gerst í henni, þetta var eitthvað gæja, hann býr bara eitthvað sendibíl, svo bara deyr hann eitthvað út í móa. Var það ekki bara eitthvað þannig? Nei, alls ekki. En allan, ok, geggjað. Já, sko, En var það ekki þannig? Týndist hann ekki eitthvað og svo bara fannst það eitthvað bíl? Hann fer náttúrulega, sko, þú veist, þetta snýst samt ferðalagi hans og fólki sem hann kynnist á ferðalaginu. Og svo endar hann keyrði í bílinn líka? Nei, hann keyrði ekki neitt. Labbaði hann? Hann bara húkar og þetta var svona drifter og fer svo til Alaska og svo festist hann, skilur. Þá fer hann að hugsa var það ekki eitthvað sendbíl? Ég var bara svona rútu og þú veist, og þú veist, og bara síðastu sem hann, þú veist, skrifar eða þú veist, það er sem að tala að bara happiness is only real when shared. Þú veist, þú getur ekki verið, þú veist, raunveruleikin er bara, þú veist, þegar þú ert einn, skilur þá, þú veist, hvað ertu, þú veist, þau hefur ekki neitt til þess að deila með hamingjunni. Já, basically, ef þú ert einn, þá færðu bara svona takmarka hamingju, en full potential er þú ert með öðrum. Já. Og þá fer þetta svona tilbaka í, þú veist, þessi samskiptið hans við. Ég þekki að sjá hann aftur, mér fannst þú leiðileg. Já, það er bara allt í lagi að finnast þú leiðileg. Já, þú ert ekki að fara núna þannig. Nei, alls ekki. Og hún alltaf var mjög hæpuð upp bara eins og þú veist að tala þú veist, þannig að þegar ég sá hana ekki í bíó, sá hana þegar hún kom út stuttu seinna. Hún alltaf mjög hæpuð upp, hann má kannski fór, þú veist, horfði á hana kannski bara með ákveðna væntingar. Svo kannski vandamáli fyrir mig er að ég hef aldrei þólað Pearl Jam eða Eddie Vedder. Og þú veist, það bara byrjaði það aðeins í smá mínus.
En ég er sammála Hafa, þú veist, ég hafði mjög miklu væntingar, en þau myndi var, þú veist, hálfnög, ég bara gafst upp, hætti, sko. Ég náði ekki tengja við þetta, sko. Nei. En það er kannski bara, þú veist, eins og segir, bara þegar þú horfir á mynd án þess að vita neitt hana og ert bara einn í bíó, skilu, þá kannski eins og segir, það allt önnur upplifun. Ég hef ekki síðan eftir það, skilu. Ég var til að lesa bókina, sko, en þess að bóki fekk, mjög góða döma. Já. Og oft er það þannig að bíómyndir ná einhvern veginn ekki að, þú veist, captura bækur jafnvel, sko. Nei, svo líka bara eins og það sem er gaman líka við að tala af fólk bíómyndir og eins og þú fílar þessu mynd og ég er eitthvað svona djóki að mér fannst þú leðileg en hún er bara að hitta okkur þér þetta er svo, þessi boðskapur þetta þema í þessari mynd sem þú tala ég myndi ekki svona eftir Nei, en þetta er svona eins og með tónlist og þetta er eins og með, þú veist, bíómyndir eða annað, skilur bara, þú ert á einhverjum tímapunkti og þessi mynd, þú sér hana alveg eins og Dóri var að tala hann fílaði ekki Wolf of Wall Street fyrst, eða svona, þú veist, bara svona kannski var hann bara á einhverju stað sem hann tengir ekki við það, svo bara nokkrum árum setna ertu bara annar staðar og það er bara svo mikilvægt að muna það, skilju og þess vegna er mjög mikilvægt líka að kannski horfa á Darth Maul aftur og skoða nýljósi sögunar Þú fékkst stigið fyrir þessu spurningu Það er ekki þess að, augljóslega En já, þetta er góð punktur En hún er líka, er hún ekki hún er bara rosalega mikið þessi eini karakter, eða ekki? Þannig að ég held að það sé líka alltaf svona issue, skilur, ef þú tengir ekki við karakterinn og fílar ekki, þú veist, hann er svona leikari, skilur. Ég er bara fílingisleikari. Nei, þá er bara dúmt, skilur. Þá er myndi bara alltaf dúmt, skilur. Og það var alltaf eitthvað við þennan karakter og hvernig setup er, skilur, sem einhvern veginn... Þú tengdir ekki við hann? Maður bara nefndi ekki að horfa meira, sko. Og hver var stig? Ég ætla ekki að bakka. Mér veist ég kom með gamli kallinn hann Scorsese, gera Wolf of Wall Street ég ætla ekki að baka hana Mér veist að koma með mjög góð rauk sko, með Scorsese og mjög svona, maður hafði ekki pælt í því en alltaf vera að gera þetta rugla þessum aldrei er mjög gott sko en ég ætti að horfa þessar myndir eitthvað þú veist eitthvað nokkur sinnum, þá myndi ég taka Untouchables Það er að halda við þitt bara en þú getur að halda við þitt þá bara í aftabli Já, það er samt svo leiðilegt sko. Það er leiðilegt. Það er bara ef ég er svona, þú veist. Mér Into the Wild er alveg fín sko. Mjög góð sko. Ég ætla bara að horfa hana því ekki með. Þetta er samt erfitt, þú veist, að því sko, aðra myndina hef ég sig oftar. Já, Dóra. Já, þetta er bara mjög oftar sko. Hún líka með svona ágætis forskot, hún er miklu eldri. En mér finnst mjög fyndið sko að hvoru að myndirnar ykkar voru á, þú veist, því sem ég var að horfa á, skiljum. Morricone með soundtrackið? Já, þetta er geggjumynd og intro þar er klikkað. Intro-stefi. Já. En ekki þarf að pæla í Dóra. Hvað ætlar að segja mína mynd? Nei, ég bara veit það ekki. Ég er alveg átt, en ég verð... Það er bannað að skilja auðu. Já, nei, ég myndi ekki... Ég vil freka jafntöfli. Jafntöfli... Sérst að þú er bara þína. Já, nei, ég ætla að velja. Ég ætla að... Pressa. Ég vil The Untouchables. Fuck! Ok, ég er ekkert peraður. Það er bara svo geggjumynd. Það er geggjumynd. Sean Connery er sturlaður henni. Ég er alveg samanlega. Herru, Dóri fær það stig. Ég hef alltaf verið Kevin Costner maður. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Ég dýrka hann sko. Hver byrjar núna? Ég varst ekki... Var ég ekki byrjað? Nei. Byrjaði ég? Ég byrjaði núna. Hafið þú er næstur? Ég var byrjað núna. Númer 6. Hvaða mynd finnst þér að vera glötuð en samt skemmtileg? Þetta er rosalegt. Sko ég held ég bara að þú hefði tótt á hausinn. Já, sko... Ég ætla aðeins að útskýra. Það er sem ekki hægt. Nei, ég er að útskýra valið mitt. Já, ég vil bara heyra valið þitt, strax. Ég er ekki að útskýra spurninguna. Nei, ok. Ég er að útskýra valið mitt. Ég hef verið með nokkra svona svipar í þessu þætti. Og ég til dæmis valdi eina mynd eitthvað sem ég fíla að þeir aðra hata, svipu spurning kannski. Ég valdi Elektra. Það var svo drullað yfir mig. Bæði í þættinum. Nágranni minn. Já, ég heyrði það þessu. Sá þáttinn. Elektra? Jennifer Garner. Það er ekki Jennifer Garner? Já. Ég hef bara ekki hitt mannesku sem fíla hana. Ég hef ekki séð þessa mynd. Nákvæmlega, það er verra. Allavega. Já, það er mynd sem ég bara, allt í lagi. Svo er ég með aðra mynd, það var eitthvað svona guilty pleasure mynd sem fellur svolítið undir þessa spurningu. Ég valdi 2012.
hamfaramyndina. Fattu, ég að hugsa svona myndir. Eins og hún ekkert cool, þetta ekkert cool mynd. Mér finnst ekkert leiðilegt að horfa á hana. Nei. En ég vildi ekki velja þessar myndir. Ok. Að ég búin að velja þar áður. Þannig að, myndir sem ég valdi, bara sjá að því ég var svona, nokkur sem voru ekki hausnum mér. Ég valdi mynd sem ég held þess að búin að sjá. Hún frá 96-7. Og það bara svona ár síðan sá hana. Ég hafði ekki séð hana langa tíma. Og mér fannst alltaf svo cool. Svo horfði ég hún aftur. Og ég var bara eitthvað, þessi mynd ekki cool. Hún glötuð. En mér fannst það samt skemmtileg. Þannig að ég ætla að henda þessari mynd inn á listan. Ég hef aldrei nefnt hana í þessu podcasti. Ég valdi myndina Species. Það þetta geggjum mynd, sko. Frequently Strong. Ég náttúrulega teitið saman þessa mynd, sko, leiðum þessa mynd. Þannig að þið þekki hana vel? Við séð hana og þetta náttúrulega bara, við tölum mjög oft þessa mynd, sko. Í alvörunni? Frequently Strong. Frequently Strong, hvað að djóka það? Þetta finnst mér pínu cop-out, sko. Af hverju? Þetta glötu mynd. En samtalið svona... Hvaða langt sem sást hana? Ég með fucking glataða mynd, sko. Sem þér finnst samt skemmtileg? Já. Þú mátt ekki velja bara glataða mynd. Nei, sem þér verður að finnast ég bara fara, ég er bara breyta sarnum minni, bara ég eitthvað, bond, Ok, sko, ef þú ert með eitthvað svona, því það bara kom ein mynd í hausunum mér og ég ígrundaði þetta svar ekki mikið meira en það, því ég einhvern veginn svona bara, þú veist. En þessi mynd, Species. Ok. Þú var svo að segja hún söguna til þér. Hún ekki góð þessu mynd. Mér fannst hún ekki eftir töff. Með þess Michael Madsen, við erum að tala sögum myndu það. Michael Madsen var cool, allt einhverja geimveru, Natasha Henstridge, svakaleysar mynd, en málega hún ekkert svakalega góð leikona, alltaf ekki þessari mynd. Ég held að það fyrsta hlutverk hennar. Hún leikur geimveruna. Sill. Veit þú ekki Sill? Við munum alveg eftir þessu, sko. Já. Voru þið bara að horfa á hann í gær eða? Nei. Þið voru bara strax þess að þið verið saman að horfa á þessu mynd. Já, það minningin. Bara hvað, þetta cool mynd. Við ætlum að horfa á hana saman, sko. Já, en ekki nýlega. Nei. Þið bara hist bara fyrir mánuði síðan að tjekka á henni. Verið það sem Species. Svo horfði hann aftur, bara fyrir árið síðan. Ég var sinni kæristur þessu mynd. Og þá þetta töluvert meiri B-mynd heldur með myndi. Og ég var alveg smá bara svona stressaður að horfa á hana með kæristunni. Og ástæðan ég valdi þessa mynd. Ástæðan hún fellur inn í þetta bara hún glötuð. Það út að lokaðatriðinu. Þegar þið tölvugera geimveruna, þegar hún búin að breyta sér í geimveru formið. En nú ertu bara að fara að tala um, sko, útfæslu. Við veist það pínu, sko... Hvað meina? Akkur það cop-out? Þetta glötu mynd. Já, hún má svolítið gera glötu því tæknibrellunar eldast ekki nægilega vel. Já. En það ekki bara þetta því. Ég var að segja, hún vel að leika. Já, en þú svona, eins og aðalpunkturinn væri... Já, það var rúsinni pilsöndunum. Okay. Það skil ég, það var svona sem fylgdi mælunum mér. Já. Og hún var líka glatari með myndi, þess að valdi hana. Það samt soft. Ok, djúlega ekki til að heyra eitthvað. Ég náttúrulega með, ég með mynd sem að þið fílið öruglega, en ástæðan fyrir að segja hún þú veist, mér finnst þú skemmtileg. En glötuð. En sko... Það spurningin. Já, ég veit það, hún kannski ekki eins glötuð og, þú veist, ætla mætti, en, þú veist, ef þú hugsar hana, og setur hana svona í bara eitthvað svona rökrétt form, skilur við, þá hún smá glötuð. Smá glötuð? Var það í spurningum? Nei, það var ekki. Hvað með þessu smá glötuð? Ég fór bara all in, ég fokkin glata, sko. Ég bara setja maður reputation. En þú þetta fíla hana? Já, hann greinlega gerir það. Þú greinlega fílar þessa mynd. Sem alltaf bara stór spurning mér ekki hvort ég eitthvað að upplýsa það. En þú veist, ég fara að draga í efa, þú veist, ég kannski ígrunda þessara spurningum nógu vel, en þetta var bara fyrsta sem ég hugsaði og bara já, ég fíla þessa mynd, en þú veist, þegar ég hugsaði tilbaka og einhvern veginn svona, já. Hvað með það? Þegar þú verður bara, ertu glæður? Independence Day. Nei, ég skil það svar. Það gott svar. Þetta samt líka soft, sko. Nei, þetta sko, máli þetta glötumynd en aðeinsleg. Þetta glötumynd. En aðeinsleg. Og þú veist, og bara, já, sko, bara í alveg skriptið og þú veist hvernig Will Smith lemur, þú veist, gemur og allir vonleinarinnir, þú veist, Fosseti Bandaríkjanna að bjarga. Bara í flugum. Já, pappin, alkin, allt í einu, þú veist, að deyja, þú veist, þetta glötuð mynd. En hún samt skemmtileg. Já.
Mér finnst þetta geggjað svar. Já, þetta er mjög gott svar. Okay. Þetta er mjög gott svar. Þetta eru svona myndir sem ég á mig í huga. Já, sko, býttu það eftir svarinu nefnum, sko. Ég er spenntur að heyra Dóra svar. Ég er gjörsamlega ósamlega, en þegar ég las spurninguna, ég bara haffi. Ef mér finnst eitthvað glata, finnst mér að glata, sko. Og já, akkurat. Ég myndi horfa á Independence Day bara, þú veist, það er ekki góð mynd, en ég myndi aldrei segja, þú veist... Þetta er glötu mynd. Hún er glötu. Já, en við erum að tala sko, eins og þú nefndi, það þarf að vera pínu guilty pleasure. Það er enginn að fara að judgea þig fyrir að segja Independence Day, sko. En spurningin var samt ekki guilty pleasure. Já, ég veit það. Ég vil bara útskæra, ég tók það þannig. Líkaleg blond. Þetta er líkaleg blond. Nei, þetta er verra líkaleg blond, sko. Fórst á botnin. Ég túlkaði þannig, við erum bara hérna scrape the bottom og taka bara mynd sem er bara það glötuð að hérna, en þú hafðir sko gast fengið einhver svona þú gast klárað hana, slórað þannig. Erum við búin að sjá þess mynd, heldur það? Sko ég veit að Teitur er ekki búin að sjá hana, við rættum þetta daginn sko. Djöfull spenntum maður. Þessi, sko, það er nokkuð svona lykilatriði sem sko, sem gera verkum og ég sko, ég er svona comfortable með því að segja þetta sko. Ok. En þetta er alveg proper glötumynd, sko. Þú finnst það satt skemmtileg? Já. Sko, það er spurningin. Já. Sko, skemmtileg og ekki skemmtileg, en þú veist, ég gæti alltaf að horta á hana, fattar mig. En hefur þú horta á hana ofta en einu sinni? Af því að þú bara sé hana einu sinni, þá finnst þú alltaf það skemmtileg. Þetta er svo, ég er bara svo Species nokkur sinnum. Ég er búin að segja, Independence Day, hún er í sjónvarpinu, þá horfum ég á hana, en hún er samt glöt. Spurningin er ekki hvað mynd finnst þú glötu, það er milja mynd. Þetta er ekki glötu, og ég sko... Hvaða mynd náður að klára? Nei. Að því, já, óskæ, ég hef séð hana sko, að þú spyrir, hef ég séð hana ofta en einu sinni, ég hef séð hana sko að ég séð það á hótelum, þú veist, ég var einhvern ferðalöfum erlendis, það var einhvern í sjónvarpinu sko, og hérna, það maður sá einhvern búta þar. En svo held ég, hérna, já, ég held að maður er rúllað yfir hann einu sinni í fyrsta skipti. Þannig að það er eitthvað svona bits and pieces, skilur. Það myndi sem ég valdi er söngvamynd. Ok. Sko, hræðilega söngvamynd. Og hérna, sem er sko, þetta er svona, út með svona hair metal, í Glee útvæslum. Þetta er Rock of Ages. Ég hef ekki séð það. Nei, ekki þetta. En mér langar til að sjá það. Já, en þetta er sko, þetta er alltaf verð, þú veist, að því bara til að byrja með er svona, hérna, þetta er Bon Jovi og hérna, Twisted Sister og hérna, einhver svona, hérna, þannig lög. Og sem þetta er alltaf að sungja eitthvað svona glíleikurum, þetta er, þú veist, alveg sugarcoatað og hérna, svona glam Hollywood, sko. Var ekki Cruise í þessu? Vittu? Og þetta er alltaf, og hérna, já, þetta er Def Leppard og eitthvað svona, þú veist, og þetta er einhvern veginn, öllum þessu lögum er gjörsamlega slátrað, sko. Að það sem gerir þessa mynd bara frábæra mínum að því, já, ekki frábæra, er bara Cruise. Og bara mér finnst það bara að sína það, bara hversu frábæra leikari hann er, að bara fara í þessa mynd. Ég hugsa bara, hvað er hann að gera í þessa mynd? Að bara púlla þetta, og bara, sko, miklu meira en að púlla þetta. Hann er hérna, frábæri í þessa mynd. Hann ónar þetta. Ég meina, hann er að taka eitthvað svona stereotypur, hérna, eitthvað svona gauðra sem er beira á með kúrikahatti, eitthvað leðabuxum, skilur, og hérna, og þetta er bara allt svo ógeðslega hallarslegt, skilur, en einhvern veginn Cruise nær að koma þessu einhvern veginn í höfn, sko. Svo er með einhvern hérna Bavi hana með sér, sem er eitthvað svona muscle, hérna, svona eitthvað sidekick, skilur, sem er einhvern alltaf með hann að fokka upp einhverju gaurum, sko. Þannig að, hérna, mér varst þið fara mjög svona soft í ykkar glöðu mynd, og meðan ég fór á þeim. Núna skil ég hvað það tala um. Ég skil hvað það tala um. Þú fyrst þig mitt. What? Já. Ég verð að segja það, af því að Come on, Independence Day. Já, en hún er samt, ég held að hans mynd sé glataðar en þín, sko. Já, allan dag er þetta grínast, Independence. En fannst þér hún svona skemmtileg? Fannst þér hún Rock of Ages svona skemmtileg? Þú ert ekki múin að sjá hana, ég er ekki múin að sjá hana. En þetta þarf að vera... En þú er búin að selja okkur hana. Ja, þetta þarf ekki að vera skemmtilegast mynd sem sé. Nei, ég hef gaman að henni, fattar mig. Það er nóg. Ég get bara hort að Cruise og hugsa bara að hann er bara basically taking a piss á alla þessa hérna, alvöru söngvara, skilur. Hann er bara að gera grína þeim. Hann er bara, herri, strákar, ég skal bara sýna hvernig það að gera þetta, skilur. En þannig þegar þú horfðir á hana, þú væntanlega klára hana, því að þú ert ekki múin að klára hana þessi tími. Þannig þegar þú horfðir á hana, varstu bara svona, fuck, getur glötu mynd, en bara svona, já, þetta var ekkert svona tíma og svona. Það var alveg skemmt. Þá telst alveg með. Já, og ég er nokkuð viss það, ég var ekki búin að sjá þessu mynd, mér langar samt til að sjá hana, hún hlýtur að glata Independence Day. 100%. Og Species, þetta smá feil hjá mér, að því að Michael Madsen er svolítið cool. Þannig að hún er kannski ekki eins glötuð eins og hans. Nei, ég meina, þú veist, hún stóð, þegar ég sá Species, þá, þú veist, fannst mér hún ekki
Hún er glöð. Já, en núna. Já, við erum að taka upp podcasti í dag. Já, en þess vegna kaupi ég frekar Dóra en það, hann var að horfa á þetta, djúvill er þetta hallarslegt, en djúvill er þetta geggjað. Og því ég man líka bara því við áttum um samtal bara way back, skilur og að ég fílaði einhvern veginn, sko, þegar maður var yngri, það var svona Tom Cruise ekkert endilega ólega á listi hjá manni, menn við áttum um samtal, þú bara, Cruise geði eitthvað leikari, hvað er það? Ég er svona, ég man ekki því. Já, og þú varst alveg bara, ég bara, hvað, en svona bara svona seinni tíð, sko, og þá einhvern veginn, er hann alveg klálega svona upp á leikunum hans. Ok. Þú stið frá mér. Já, Dóri ég veit að þú ert Cruise-venn, sko, þá mæl ég að þú verður að kíkja á þessu mynd, sko. Ég er svona alltaf á leiðin að tjekka á henni. Rock of Ages. Svo hringir í mig, verðaði með þetta. Tökum annan sérstakann podcast áttum þessu mynd. Hvað sér þú? Ég var að reyna að muna hvað hann heitir í myndinni, en það var eitthvað svona... Eitthvað svona cool, veitu, var hann ekki eitthvað svona Stacey Rocks? Jó, þetta er eitthvað svona Stacey, já. Með eitthvað 2 X-um eða eitthvað. Það var eitthvað Styx, en já, þetta er eitthvað svona Stacey, eitthvað svona. Já. Hver var stegið þitt? Dóri er bara búin að vinna þetta, það er bara þannig, hann seldi þetta bara. Þú ert svo höttið þegar hann kom inn á mig Bjögga, hann var bara... Kom til að spila. Hann kom til að spila. Ok, hvað eru ekki búin að svolítið lengi þetta? Jú. Finnst þú kalt inn eða heitt? Ég er bara góð. Malló, sko. Þetta er góður. Já, hvað mennur? Herru, 7. Og Teitur byrja núna. Já. Hvaða mynd hefur hrætt þig alveg svakalega? Ég held ég til sverði þitt Nei, ég er bara, því ég sá þessu spurningu sem bara, fuck, Haffi er bara... Hann getur fokkað sér. Já, sko, málið er að... Hann var að skrifa þessu spurningu með okkur svar í huga. Þetta snýst samt þú veist, eins og, þú veist, þetta snýst svolítið þú veist, hvar þú ert, á hvaða stað þú ert að horfa á mynd, skiljur við, og kannski með hverjum. Þetta snýst þetta atmó sem að verður til. Ég hef ísælega getað sagt aftur Misery af því að hún bara fokkaði mér upp. Hrættu þig? Já, ég meina, þetta djóka. Fannst þú skeri? Þetta er hrikalegt ástand. Hún er alveg spennandi. Fannst þú skeri? Fannst bara martraðir? Ég meina, hugsa 60 konu sem geti kannski gert þig. Bara gett næsu á daginn. Brjóta fætina. Kannski gera þetta bara. En ég valdi meira moment. Ekki mynd? En mynd. Ég valdi mynd, skilur. Já, þú ert aðalega að hugsa um eitthvað aðrið. Ég er aðalega að hugsa um momentið þar sem ég var að horfa á hana. Ok. Og það var... Dungeonið á Hafa. Já, Breiðholtið hjá Hafa. Ring. Já. Það var bara, og ástæðan fyrir því, er bara að því að, þú veist, það voru allir orðnir tjúllaðir. Þetta snýst ekki þú veist, bara... Þetta snerist ekki myndina lengur. Þetta snerist bara eitthvað, það voru, þú veist, menn voru konum með fæturnar upp í sófa og svo snertust tær og menn fríkuð út og maður bara, come on, við erum allir full, þú veist, við erum allir, hvað voru, 16, 17 ára? 17 ára eða eitthvað. Já, og ekki fullorðnir, fyrir ekki, ok, þú veist, Ólingar. En við vorum ekki börn. Nei, við vorum ekki börn. En við vorum allir að míga á okkur. Ég var ekkert hræddur á stóð. Ég er líka svo oft bara á mig. En þú veist, og það er bara, þetta er bara fyrsta sem ég hugsaði og ég nefndi ekki að hugsa neitt annað. Nei, ég hugsaði þegar ég gerði þessa spurningu, þá er bara að segja, Teitur segir Ring, og ég held að Dóri segja ákveðna mynd. Hann er kannski að koma eitthvað curveball núna. En ég man eftir þessu, við vorum alveg 6 eða 7 saman. Já, við vorum bara fullt af gaurum, sko. Maður er að heyra þessa sögu frá ykkur bara fucking síðan það gerðist. Sófinn var fullur og ég man bara, ég held í alveg að Snorri hafi setið hliðina á mér og lyft svona fótunum og sem snertu tærnar á mér og ég bara, þú veist, ég bara náfölur, sko. Enginn þorði að fóra klósett bara... Sko, ég er náttúrulega drullu fúll að ekki vera þarna, sko. Ég er ríkalegt að ég er ennþá að fá martraði, sko. Þú varst ekki, þú mistir ekki neinu. Já, Dóri var ekki að það. Ég man ekki hverju hinu voru. Bara Jónas og Byggja. Jónas, Ok, þetta er gott svar. Þó að ég hef verið eitthvað svona Teitur Pottsfjörð. Hvað ert þú með? Já, það er pínu dreikið spurning fyrir mig, en þess að þú veist að ég náttúrulega bara, ég fíl ekki svona myndir. Og þú er náttúrulega gert heila tilhörun til að sýna mig eitthvað svona myndir, ég horft á nokkrar. Þú sé nú slatt aðeim. En svona, mér finnst þetta ekki gaman, sko. En ekki, þú veist, ekki það einhvern veginn, líka einhvern veginn spurninginu, þú veist, hræddur, og eftir því sem að vera eldri, þá einhvern veginn bara, myndir hafa alveg áhrif á mann, en maður verður kannski ekki beint, falla mér hræddur. Það er einhvern veginn, verður alveg tens og allt það. En svona, maður einhvern veginn horfa þetta út frá svona, að því fór að hugsa tilbaka, bara hvenær var maður actually hræddur á bíómynd, og þú veist, það er einhvern veginn martraðir. Að því mann, fyrsta mynd sem ég bara fekk martraðir var þarna Ghostbusters 2, var eitthvað bara pínulítill að horfa á hana, og þarna, hvað heitir gaurinn hana, hvað er það, Viggo, Ghostbusters 2, já. Málverkið. Fljótandi málverkinu. Og atrið þannig kemur þannig í lokin einhvern veginn,
kemur alltaf sem einhver draugur, svona gömul kona eitthvað að ræna einhverju barnið, skilur, og ég var bara horfði með eldri bróðum mínum, fokkaði mér upp, sko, og og það bara, ég fekk martröð af þessa mynd, sko, og það svona svona fyrsta skipt sem mann hættir að fengi martröð af bara bíómynd. En þá varstu hvað, 7 ára? Já, bara lítill, skilur. Svo svo ein mynd sem ég valdi, sem var alveg, þá var maður aðeins eldri, og þá var maður alveg bara vel hræddur, sko, en svo mynd eitthvað bara ógeðslega, það var svo margir leigjarar eitthvað af þessu, og þú veist, og svona margt líka sem hefði ekkert endilega, sko, séð á þessum tíma, sko. Hún kemur í bíó, og þá var eitthvað settu kvikmyndahúsinu eitthvað út, eitthvað, maður fylgir svolítið vel með, passa upp á engin yngri en 16 ára að fara á þessa mynd og eitthvað svona sitt. Svo gera það alltaf verkum bara allir vildu sjá þessa mynd, sko. Og ég man svo vel, við leiðum þessa mynd, fórum bara horfum hana strax til skóla, og þá var maður alveg vel proper hræddur, sko. Og það Event Horizon. Já, hún gegn. Það bara build-upið og bara heimurinn og eitthvað skip sem kemur okkur the deep space, og þegar hann lappar eitthvað inn og þau sjá allt bara hvað er í gangi, sko. Og svo náttúrulega bara tekur einhver algjör trillingu við, sko. Og einhvern veginn þessi mynd, þetta var eitthvað lifandi geimskip, skilur, hljómar einhvern veginn ekkert skeri, skilur, að bara einhvern veginn hafa gert einhvern veginn þannig mynd, það skeri, skilur, og svo náttúrulega bara toppar þetta í einhverju geðviki þegar hann búin að rífa sér augun og where we go and we need eyes to see, og það bara geggjaði settingar þessu mynd. Þannig að það var alveg bara, maður stóð ekki sama þegar maður horfði á það, sko. Þetta er líka mynd sem eldist vel. Já, ég reyndar ekki séð hana bara síðan varst bara 14-15 ára eða? Hvenær er hann að koma? Hann er að koma út 97, minnum við? 14 eitthvað svo leiðis. Síðan einu sinni eftir það eitthvað svo leiðis. Mér finnst hún geðveik, ég horf á hann reglulega. Já, þetta er sturlumynd. Þetta er geggjumynd. Þetta er bara, já. Það er svolítið síðan í svo Ring, japansku, en í svo amerísku bara fyrir 8 mánuð síðan, eða eitthvað. Ég hafði ekki séð hana, endurgerðina. Ekkert spes. En japansku var góð. En ég hef bara séð hana einu sinni og hef engan áhuga að sjá hana aftur. Þetta var bara eitthvað svona, og eins og ég segi, ég veit ekkert hvernig hún eldist, ég veit ekkert hvernig það er, en þetta er meira bara þetta moment og þú veist hvernig þú verður hræddur og og hvað build-upið er, skilur. Þú veist, þú verður, þótt þú getur stundum verið hræddur að það vera einn að horfa á mynd, en það fyndi hvernig það eru kannski 6 gaurar, 17 ára, að horfa á mynd, skilur, og það bara magnast upp, skilur. Mér finnst það bara svo bara skemmtileg minning þetta moment, sko. Algjörlega, þið völdu báðir myndir sem að ég sé þér úlingurunni. Það eru báðar rosa mikil áhrif á mig. Þannig að þetta er gott val hjá ykkur. Ég valdi mynd. Eitthvað underground. Director's cut. Enginn séð hana. Þið eru örugglega ekki búin að sjá þessa mynd. Ég sá hana bara fyrir stuttur síðan. Ég sá hana því ég fekk stráktinn minn, sem heitir Óli Bjarki. Hann talaði með þessa mynd. Hann sagði bara, þú verður að tjekka á henni. Hún heitir Gonjiam, Haunted Asylum. Þetta er suðurkórsmynd. Og ástæður ég nefni hana núna, það er stutt sem ég sá hana, það þarf alveg mikið til í dag að ég verði eitthvað spúkt af hryllismyndum. Þessi mynd er svona bland af Blair Witch Project og Ring. Þetta er svona found footage mynd sem ég oftast fíl ekki. Mér finnst það mikið gimmick oft. Þessi mynd náði mér. Og það er alveg svona slow build-up í henni. En svona síðast í hálftíminn, það er alveg spennandi dót, sko, og það er alveg scary shit. Það er fyrst sem kærasta mín, hún elskar hryllismyndir, hún leit undan. Hún sagði bara, hún er ekki bara að segja mér hvað er í gangi. Henni var svona ógeðslegt. Og þetta ákveðna atriði, ég get að segja hvað það var, það náði mér. Já, ok. Og ég fekk ekkert martraðir, en ég var bara, ég er 37 ára, búin að sjá milljón hryllismyndir, elska þetta, en þessi náði mér samt. Og mér finnst það alveg nokkuð merkilegt í dag. Þetta er 2 ára komin mynd og já, þetta er svona það er viðbjóður í henni. Þannig að ég er með mynd sem að enginn er búin að sjá. Það er alltaf aldrei erfitt að tala um það, sko. Já. Og ég er ekki að eyða klukkutími að selja eitthvað. Nei, selja. Sýn eitthvað atriði í myndinni. Hvernig varst þér Blair Witch Project? Ekki góð. Hvernig varst þér, að mér varst sko eitthvað build-upið í þeirri mynd, þú veist, Það var ekkert payoff. Nei, ekki myndinni, að því hvernig þið nálgust. Já, mér varst markasetningin bara besta markasetning. Að ég man eftir að þeim tíma, þegar maður var eitthvað að horfa á það, þetta, þú veist, þeir gerir eitthvað trailer, þeir gerir bara einhverja sjónvarstætti og einhver viðtölu, einhver sheriff og einhverja foreldra og maður bara, hvað fucking. Það var selt sem alvöru. Bara found footage, skilur. Já.
og mann þegar maður fór á hann í bíó, fórum við ekki á hana? Þú veist, þá fór maður alveg svona, shit, hvað maður fara að sjá? Það svona svipa moment, þar sem þú ert bara, þú veist, einmitt, bara nokkri saman sem bara hvað að gerast, skilju. Ég maður bara því sá hana, ástæðan ég myndi aldrei setja hana sem svar við þessa spurningu, en ég maður því sá hana bara 16 ára. Það var ég bara svona, fannst það ekkert brjálu, hún er svona þokkalega spennandi á köflum, fannst það ekkert sérstök. En build-upið, eða sem sagt, markaðssetning brjálu. En svo sá ég hana aftur. Ég hafði ekki séð hana bara síðan 99. Svo horfði hana aftur fyrir kannski 2 ára síðan. Hún er ekkert spes. Þetta er ekkert spes mynd. En mér varst þessi sem ég nefndi einhvern veginn, hún náði að gera Blair Witch sem ég hef viljað fá 99. Svo er þetta líka bara með svona myndir, standardi líka bara breytist, skilur, eftir það kemur ein mynd, svo bara þarf ekki að toppa það. Já, algjörlega, en svo er alveg myndir eins og Exorcist, þegar horfum við í dag, hún nær alveg ennþá, ég er ekkert hræddur, hún er óþægileg. En það er líka bara því að, mér veist það líka bara áferðan á myndinni, þú veist, ef hún er í gerð í dag, þú veist, einhvern veginn, öll slik og eitthvað svoleiðis, ég held að myndi ekki einhvern veginn hafa sama impact. Nei, en ég menn hún getur alveg sem myndir eldastíla. Það er sem mér sem Blair Witch bara, mér finnst það ekki sérstök 99, en enn verið í dag, þetta er bara ekkert merkileg mynd. En mynd frá 73, mér finnst það ennþá í dag, en það er bara miklu betri mynd. Eldist miklu betur. Hvað segi, ég fæ ekki stig. Nei. Þetta er líka bara að hafa gaman að þessu taka það. Allir eru stigur. Það er ekki vellaun. Nei. En ég hugsa að ég verð að segja Teitur þetta skipti. Ástæðan fyrir því er ég man svo svakalega sterkt eftir þessu momenti þegar við horfum á þessu mynd. Og ég segi þessu sögu enn þann dag í dag. Hún bara margir saman og horfa á þessu mynd og hún náði okkur einhvern veginn öllum. Það er mitt steg fyrir því. Ok, cool. Mitt fyrir líka, bara á þetta momentinu. En Dóri var með geggja pitt. Hann er með geggja mynd. Bara geggja mynd, sko. Hvað er þú að segja, Dóri? Þú bara segir ekki neitt. Sko, það færi ekki atkvæði þig. Ég er náttúrulega að heyra þessu sögu svo oft, sko. Og svona, maður alltaf með, ok, svo hvað gerir þetta var spooky. Ok. En jú, Teitur var stiðið mitt. Förum að klára það. Hver byrjar núna? Þú held ég. Þú byrjar í... Nei. Hver byrjar þessi? Dóri byrjar núna. Já, Dóri byrjar núna. Hvað er með? Í hvaða kvikmyndaheimi væri þú til í að búa í? Já. Mér varst þessi... Það er ég sem segir... Já, ég allir bara eitthvað, wow. Hvert eru við komin hérna? Já, er henni bara í hvaða kvikmyndaheimi væri þú til að búa í? Það er bara spurningin. Þú getur tólkað þetta svo vel. Já, mér varst þetta pínu trikki. Það er svona... Ég átti ekki... Mér varst ekki auðvitað svara þessu. Ok. Að ég hugsa bara að þú ert ekki að tala um einhvern veginn fara aftur í tíman, þú ert ekki að tala um einhvern veginn, já, ég er til að búa í einhvern veginn vestur eða eitthvað, þú ert að tala um einhvern fantasíuheim. Það stendur ekki spurningunni. Mér finnst það ekki vera kvikmynda heimur, fattar mig. Það er bara einhvern veginn, á hvað tímabili myndur vera uppið, skilur. En þú gæti verið, þú gæti sagt einhvern ákveðin vestra og bara það væp, skilur. En eins og til dæmis, þú gæti líka sagt bara eitthvað Nightmare on Elm Street, mér langar að búa í heimi þess að Freddy Krueger er til. Ég myndi ekki vilja það. Ég hef maður pældi mikið í þessu en maður kannski fastur einhvern veginn í að þið þyrfti að vera eitthvað svona fantasy heimur, skilur. Þú veist, eitthvað Lord of the Rings eða hvað heitir þetta? Lord of the Rings. Það var Lord of the Rings. Harry Potter eða eitthvað slið, skilur. Þú getur valið það. Já, þannig að svarið mitt var ekkert spennandi, sko. Það var bara, ég er til að vera í Star Wars. Það er gott pick. Það er bara því að það er svo margt sem er í gangi hér. Þú veist, þú getur ferðað svo mikið, alls konar plánutur, fullt einhverju shit í gangi, getur verið að einhverju geggjum pot, bara að krúsa, sko. Og í þessum heimi eru til lightsabers og það er bara cool. Þó þessi ekki Jedi, það er bara cool að þessi bara... Það er bara fullt af töff shit í þannig, sko. Já, fullt af geimurum. Já, bara alls konar. Þetta er ótrúlega svona fjölbreyttur og getur pottið fundið eitthvað fyrir þig, skilur bara, já, herru, krúsar á næstu plánundur eða whatever, sko. Ég held að ég og Dóri verðum með svona pínu Jaws svar. Þetta er gott svar samt. Ég ætla að segja eitthvað meira. Nei, þetta er bara fínt. Þetta var komið gott. Haldið ekki til giska þess ég valdi? Nei, ég... Þetta er ekki eins og að reyna. Ok, ég skal bara segja eitthvað. Ég hugsaði bara, ok... Þú ert svona mannháruður í port eitthvað. Nei, ég er ég svindlaði smá. Ok, ég er ekki mynd að svindla. Ég er með 2 svör, en ég verð bara með 1 svar. Ok. Og svarið mitt er Marvel heimurinn.
ég var til að búa í heimi þar sem overture eru til. Já. Þótt það getur verið hættulegt og allt það finnst mér það bara geðveikt heillandi. Það sé til bara overture. Það er svarið mitt og ég veit að þetta er svona vanilla svar en mér langt bara svo ógeðslega mikið að búa í overture heimi. Þess að segja. En svar nummer 2 var Jurassic Park. Mér finnst það alveg cool að það væri til garður þar sem getur farið og sé risaðlur. Ég segi að Teitur er ekki spennt. Ég pældi í Jurassic Park, sko. Pældir henni? Já, og þá var maður meira að hugsa bara, sko, ekki með bara garður, heldur bara þú væri bara með þess að fucking, bara henni fyrir utan? Já, basically. Það hugsaði bara það er sem ekki vesen, sko. Ég hugsaði... Bara T-1000 risaðlur, þetta er bara vesen, sko. T-Rex risaðlur. T-1000 sagði ég. T-1000 og risaðlur, þetta er bara vesen. Já, risaðlur, ég sagði T-1000 risaðlur. Ég alveg, er það eitthvað svona hæp? Ég er alveg sammálaður, sko, ég horfði á þetta þannig að ég myndi definitílega búa í einhverjum, þú veist, sem hafði eitthvað meira svona fantasíu, skilur, ekki bara einhvern veginn literal, eina breytingin okkar heim var bara, þú veist. En Marvel heimurinn er samt alveg það alveg. Ég segi það. Já. Já, meinar finnst Jurassic Park vera miklu minna. Já, þú veist, ef maður er að fara að velja einhvern heim, það bara fucking myndi maður alltaf einhvern veginn. Já, þú meinar líka því að ég myndi velja það, sem er kannski pínusvindl, af því að ég bý ekki á eyjunni. Fattu, ég bý bara ennþá í Reykjavík, í Íslandi, en það er til eyja einhvers staðar sem er með risaðalum. Þannig að það er kannski bara svona eyjan. En Marvel, það er heimur, Star Wars er heimur. Já, Marvel er mitt svar. Marvel. Star Wars. Þú veist, og ég ætla ekki að segja, sko, fyrsta í mitt, þú veist, Piki var bara svona Lord of the Rings og eitthvað svona tótt. Ég er bara með, og ástæðu fyrir því ég vel þetta, er bara því að þetta er besti heimur sem maður getur búið í. Og og málið, það er bara, þú veist, að búa til nokkra kvikmyndir, en þú veist, og þess vegna segi ég í kvikmyndaheim, en þetta er í rauninni söguheimur. Og þegar þetta er bara, þetta er svona, þetta er joke, skilur við, en þetta er samt ekki joke. Af því þetta er bara besti heimur sem að hægt var að búa í og þá eru tala þú veist, af góðmennsku og þarna þarf þetta ekki að vera hræddur og þarna þarf þetta ekki að óttast börnin og þarna, þú veist, af því að þarna er... Pleasantville? Nei. Það er bara... Það var hjóli bara í kærleiksbyrnina? Nei, bara semi. Er þetta teiknumið? Nei. Toy Story? Nei, þetta er teiknumið, þetta er alveg, þú veist, þetta er söguheimur. Já, ég meina það skiptir ekki þessi teiknumið. Hvað heldur þau? Lion King, viltu vera dýr? Nei, þetta er bara heimurinn sem að þetta er bara heimurinn sem Astrid Lindgren býr til. Pippi Longström? Pippi Longstocking, Bróðir minn Ljónshjarta, Emil í Kattholti og ástæðu fyrir ég vel þetta sem alveg eins og þú velur Marvel þess vegna finnst mér alveg gott að þú valdir Marvel og því ástæðu fyrir ég segi það er bara ég er að lesa þessi sögu fyrir börnum mín og þetta er bara svo geggjaður heimur, geggjaður boðskapur en ég ætla bara að standa með eitt svar. Eða þannig að þú velur bara einhverja mynd af þessu sem... Já, bara eins og þú segir bara, þú segir Marvel heimurinn. Ég get alveg pikka á þeina mynd, bara Avengers, bara Infinity War, allt í fokki. En þú veist, ég hugsaði bara eitthvað, þú veist, ég nenni ekki að velja Lord of the Rings eða velja eitthvað vesen. Ég vil bara þarna bara hægt að gera eitthvað, þú veist, þarna bara enda allt vel. Það er bara líka bullandi vesen í Lord of the Rings, sko. Já, klálega. Og ég er eiginlega að velja þetta skilur út af því bara fyrir, sko, þú veist, ég hugsa bara börnin, ég hugsa bara þú veist, þetta, veist, eins og Marvel heimur, það er fullt af fólki sem deyr og það er bara vesen, skiljur. En það er fólk deyr og... Viltu bara fara eitthvað svona bara í tópa? Nei, fólk deyr, skiljur, en það er samt eins og bara, það er til vond fólk eða, þú veist, ílska, skiljur, en það eru bara sett inn í svo fallegan heim. Ég er bara... Þannig að þú ert barnalan heim. En eins og Lord of the Rings, ástæðum ég valdi ekkert svoleiðis. Jaws. Nei, það er ekki Jaws svar. Það er... Ég vil ekkert búa... Hvar myndi maður búa? Shire? Já. Ömulega leiðist þar. Það er ekkert í sjónvarp. Þannig að þú vilt búa í heiminu sem við búum í akkurat núna, með öll þau lífskeiði og allt það sem er að gerast í heiminum, nema það er ofurhetjur. Plus ofurhetjur. Ég lágmarkskrafa mín fyrir þessu spurningu er til sjónvarp. Já, ok. Og ég er ekki eins og djóka, er til skjár, það er í Star Wars. Þú getur alveg hort á sjónvarp. Það er ekki til í mínum heim, sko. Það er ekki til þínum heim? Nei. Það er bara big no-no. Það er big no-no. En hann kom með alveg frumlegt svar.
En það er auðvitað meira spennandi að búa í Star Wars. En þú veist, eins og þú, Ég væri Iron Man. Hvað ætlar þú að gera í þessum heimi? Eða, þú veist, að því þú ert ekki búa til, þú ert ekki að setja þig í... Hvað veist þú það? Kannski ég tónst það? Nei. Þú veist, ég er bara að gera grín út af því að þetta er úslega fyrirsjónlegt, skilur bara eitthvað, já, Marvel heimurinn. Ég veit það. Star Wars heimurinn er aðeins, ég átti ekki vonaði frá Dóra, bara, ok. Heimur það sem að Darth Vader býr og Darth Maul. Nei, takk. Og líka, það er bara eitthvað annað. Hvenær ert þú stattur í þessum heimi? Er það þegar að Empire er á fullu eða? Það var endar eina sem var með pínu vesen, sko. Það er vesen? Það er náttúrulega svo mikið törmál í gangi hérna. Einhver stormtrooper að banka upp á Svo alltaf kannski var eitthvað plánundu og hún bara eitthvað Death Star sprengið, þú það bara útrýma plánundu. Þú veist, það er það sem sko heldur svo spennandi. Minnist það líka þannig, minn alveg með smá hættu. Ég meina ofurheitinnar, af hverju segir það séu alltaf góðar? Það er bara, ofurheitir ekki alltaf góðar. Nei, svo er það líka með villains, Thanos og eitthvað. En málið er, sko, bara vesen. Svo í Star Wars heiminum, þá ert að upplifa það alveg hversum það ert. Í þínum heim ertu kannski ekkit að upplifa þetta nema þú sért partur af krúinu, sko. En ég geti þess að hafa verið stattur út í New York þegar ára sem kemur, Loki og allt í fyrsta Avengers. Ég bara sé Captain America hoppa í einu glugga og eitthvað. Ég hefði líka reynda þeim. Fatti, áhörandi. En þá er það svo miklu bara meira áhörandi en ekki þátturandi. Ert þú eitthvað Jedi í þínum heim? Ég er alltaf með eitthvað fucking gestasör, sko. Ert að vinna fyrir Han Solo, eða? Það er tjúi, maður. Við erum bara smigglegur, skilur. Við erum bara að fljúa millið maður og... Já. Ég er kannski meiri bæstandur í mínu. Hvað ert þú að gera í þínum heimi? Ég meina, þú veist, ég er bara að chilla. Ég er bara að lifa lífinu og bara eitthvað segja ykkur sögur og svo bara eitthvað, svo degi og svo degi og þá fer ég til Nangiala og þú veist, ég meina, þeir eru bara greinlega búin að þið þekki ekki Astrid Lindgren heiminn, sko. Já, það er Afterlife. Það er Afterlife. Er þetta eitthvað svona Peter Pan heimur þá? Nei, bara mjög fallegur. Ég er það helt að þú myndir hjólið það, eitthvað svona... Svona Neverland, já. Er þetta ekki svona smá þannig? Jú og nei, þú veist, bara hvað, bara saltkráka og þú veist, þetta er bara geggjað. Pínu confusing samt þetta, pínu... Nefnast líka bara þú teitur, það var bara eitthvað svona bók. Sammi, ég veit alveg upp á mér sökina, skilur, en ég meina, en Lord of the Rings er það líka. Það er bara búið til fleiri kvikmyndir. Já, ég meina það er alveg til bíómyndir eftir þessu draslistu þú Nei, ég hef það saman með þessu Lord of the Rings, það er bara einhvern veginn Shire eða Rohan eða eitthvað svo leiðist. Já, bara við það er ekkert spennandi. Nei, líka, viltu fara bara 500 ára aftur í tíma? Með galdraköllum okkur orkum? Það er ekkert spennandi. Frekatæki Harry Potter. Já. En samt, ég myndi velja hann. Ég er ekkert að fara í Hogwarts. Er ég bara eitthvað gæi á Íslandi? Þú er eitthvað flottur í Hogwarts, maður. Hvað heitir eftir humans í því að þú veist hérna? Muggles. Já. Ég var bara muggul. Ég myndi ekki sem við daði var því galdurinn. Þú var bara alveg oblivious. Þannig að gott að enginn valdi það. Já. En ég er samt þegar ennþá náttum að hvað Dóri heldur hann sem gerir í Star Wars Já, klálega. Hann talar eins og hann sé bara einhver Jedi Lord og... Já. Málega, ég hef option á því, skilur. Þú getur bara verið einhver smiglari, skilur. Það er kannski erfiðara í þínum heimi að vera að benefita úr húnum. En samt í mínum heimi þá get ég í raunin orðið overtja ef ég á pening eða ef ég finnir eftir kóngulóna fattiði mig? Nei ég fatta þig, en þú veist, þetta er bara svona ég er að klóra í bakka það er klálega ok, ég get samt ekki gefið einhvernum bókaheimi besti heimurinn, en þú veist, ég vissalega verandi með ykkur tveimur í þessu þætti og bara hvað, ég ætla bara að standa við mitt svar og ég ætla að gefa Dóra svari því að það geta alveg gaman í Star Wars heiminum. Ég ætla að vona það, ef ég er til líka í þínum heimi, að ég hef fæðist með eitthvað force powers. Það er möguleiki. Þá gæti ég orðið eitthvað svona force user og... Ok. Ég ætla að setja þetta á Hafa, gefa Hafa stiðið mitt og gera þetta svona smá spennandi fyrir þeim. Ég ætla ekki að velja neitt annað en minn heim, sko. Þetta er jafntefli. Nei. Myndirðu vilja búa í þínum heimi? Já, frekar en Marvel heiminum eða Star Wars heiminum. Eða vera að smygla með vinir? Bara della, sko. Já, í einhverju gameskipi. Það er komin í rugglið þetta. Hvað er rugglið? Ok, nummer 9. Hver á að gera núna fyrst? Dóri var Star Wars, þú veist.
Hvað mynd finnst þér vera geðveik sem inniheldur frábæra kvikmynda tónlist? Þá ég að tala um skorið, ekki einhver Pearl Jam. Þetta var alltaf svona loðin spurning, að þú setir svona skor inn í sög eins og þetta væri svona tónlist eða skor. Nei, ég var að reyna að meina, þetta var einskilt sem ég hef svona útskýrt, þá var ég að meina rauninni frumsamda tónlist, ekki lög, fatti. Það voru 2 sekúndur greinaði mér. Mér langaði að gera Braveheart. Það er bara rjáluð tónlist fyrir mynd. En ég gerir Unbreakable. Ok. Ég hef aðeins talað um hann áður. Það er ógeðislega flott tónlist. Og hún komplementar myndin svo svakalega vel. Og ég hlusta reglulega á þá tónlist. Bara í Spotify. Það er mitt val. Ég vil ekki þetta mikið lengra, af því að það eru heitinninni, búin að lengi heitinninni. Ok, þetta er næstur. Sko fyrsta sem stendur hjá mér er Braveheart, sko. Já. Okay. En ég svo skrifa ég annað og ég ætla að segja Arrival. Og ástæðin er bara út af Jóhann Jónsson. Og það er bara, eiginlega bara, að því að, bara hljóðheimurinn í þessari mynd er sturlaður. Og bara, já. Geggjumynd líka. Bara geggjumynd, bara, og plottið og allt bara, einmitt. Svona, eins og við tala um, þú horfir á einhverju mynd, horfir á hana, og svo bara, heyrðu, ég þarf eitthvað, svo bara rétt, ég bara var að skoða þetta bara, alveg rétt, hvað er plottið? Og svo bara lestu bara, 3 setningar og bara, alveg rétt, bara, hún svona spólast tilbaka í hausnum á þér, skilur við. Já, ég ætlaði vel að vera næsta spurningu. Þú veist náttúrulega hver næsta spurningu. Já, klálega. Já, geggjasvar. Arrival. Geggjumynd, geggjutónlist. Dóri? Já, ég fór í Mad Max, Fury Road. Þannig að það er bara það tristasta sem ég hef upplifað. Fór hann í bíó og þetta er eiginlega bara besta svona upplifun, kvikmyndaupplifun í bíó bara síðar ára, sko. Þess að myndið er náttúrulega bara svo rússíbanni, bara algjör keisla. Bara álega tónlist. Og tónlistin er bara það sem heldur í bara eitthvað svona heljargreipum, sko. Já. Hún er bara svo mikið eitthvað in your face og tense og eitthvað, og þú bara slakar aldrei á í þessari mynd. Hún bara, þrátt að koma svo smá, hún tónast öllítið niður myndin, að þá ertu alltaf bara bara í einhverju svona einhverju rússíbannareið, sko. Já, samanlega. Og svo margt eitthvað neginn bara ótrúlega flott build-up, tense, og ég man eftir ég fór þessi mynd í bíó og klárast og ég fór næstu bara svona ósýrátt að klappa. Mér leiði bara eins og þú fyrir í svona leikhús. Þú klappa bara fyrir eitthvað leikurum og þannig var bara upplifin þegar þessi mynd er búin. Þetta var bara, hvað var ég að sjá þetta? Mér leiði þannig þegar ég sá First Night, bara Heath Ledger. Dark Knight fyrir ekki. First Night, hann leikur hann ekki líka hennar. En ég ætla að segja Dark First Night, það er eitthvað mynd samt. Já, það er eitthvað mynd, en ég ætla að segja Dark Knight og það er bara, mér fannst leiðin sem ég þyrfti að klappa fyrir hún. Já. Bara því þú ert að tala um þetta, bara þessi tilfinning það sem er bara eitthvað, þetta var sturlað eins og svona sem ég bara upplifun. En mér fannst bara eins og í Fury Road bara þess að tónlistin væri bara eitthvað alltaf. Það var bara aldrei slakað á. Þið var aldrei, þú fékkst aldrei til að draga andan. Mér finnst líka að hann gerir, Junkie XL gerir tónlistana fyrir Fury Road og Tom Holkenborg eða eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir nafnið hans. En ég man, þegar ég sá Fury Road, ég var bara eitthvað, shit, þessi tónlist er klikkuð. Þannig þegar ég sá nafnið hans við aðra myndir eftir þessu Fury Road, þá var ég svo spenntur. En mér finnst hann aldrei hafa náð að toppa Fury Road. Nei. Að það er geðveik tónlist í þeirra mynd. Jafntefli. Ég er Fury Road, sko. Ég er í Arrival. Og bara, já. Ég er að breyka på líka. Já, það er ekki náður. Þetta leist um ykkur algjörlega vitleysu, sko. Þetta leist, mér var svo heitt. Herru, klárum þetta. Þetta komið gott. Hvaða sci-fi mynd myndið þú mæla með fyrir einhvern sem eru aldrei séð sci-fi mynd áður? Já. Mér finnst það byrjum skemmtileg spurning. Skemmtileg spurning, en líka bara eitthvað svona, á ég að reyna að selja sci-fi eða á ég að, þú veist, bara sína, hei, þetta er sci-fi, skilur við? Það er bara hvernig túlkar þessa spurningu. Eins og þú veist, þessi manneskja hefur aldrei séð sci-fi mynd áður. Veit ekkert hvað það er. Nei, ég er með mynd sem hefur búið að nefna hérna áður og ég ætla að segja Event Horizon. Fokk, ætla að ræða maður. Já, ég meina, þú veist, ég er bara að segja, hei, hérna er þetta og þú veist, bara impact, skilur við? Ég er ekki að vera bara, hei, gúli, hérna, þú veist, sjáu þetta hérna. Ég er bara, hei. Fokk þessu gæja, sko. Nei, ég er að segja, þú veist, að því að þú vilt sjá eitthvað sem er bara sci-fi og er sturlun, þá ertu með Event Horizon.
Shit, ég var ekki svona nálagt. Nei. Einhverju ógeð eins og þú. Come on, maður. Þetta er ekki mynd samt. En ég myndi aldrei sína hann einum fyrst, bara hann er ekkert að horfa mikið meira að sci-fi eftir að hann sér hana. Nei, en þú veist, en af hverju ætlar að vera eitthvað að tísa hann inn í þetta innan flokk, skilur? Ég vil sína hann hvað sci-fi getur verið fallegt. Já, það stendur ekki hérna. Nei, ég er ekki setjað að rátt. Hvernig ætlar að sannfæra einhvern að sci-fi myndir séu góðar? Það er ekki spurningin. Ég tók þetta bara nákvæmlega svo teitur. Bara sína viðkomandi bara eitthvað frábær mynd. Bara eitthvað blast í andliti, hræða viðkomandi. Hvað aldrei þú? Ég valdi Terminator 2 og mér finnst hún aðeins öðru í sig, mér finnst þetta bara basically fullkomum mynd. Það eru frábæri karakterar, frábær saga og það sem þessi mynd hefur, kannski það sem event hefur ekki, er að hún er sturlaðar hasar, bara eins og móturilatrið, þegar hann kemur á trukknum eftir þeim, ótrúlega mikið svona tense moment í myndinni. Hún er alveg spennandi. Líka bara þessi gaur, alltaf bara coming at you, sko. Þú ert mikill T-1000 en hún hefur líka húmor. Hún er líka fyndin og það er blandað sem oft Event Horizon, hún er líka fyndin. Er ekki nýtt og það er bara í þessari mynd, það eru bara held ég bara sölustu atriði bara í kvikmyndasögunni, sko. Það er náttúrulega upphafsatriðið. Svo er náttúrulega lokaatriðið, þeir eru þarna í skrifstofubyggingunni og hann er eitthvað, já, herru, ég sé bara úr löguna. Lappar, sparkar út borðinu þarna út í byggingunni minigun á lögguna svo eftir það, grenade launcher þetta er bara svalast atriði þetta er svo góð mynd þetta er svo sturla góð mynd þetta er besta framhaldsmynd sem hefur gerð og bara eldist fárana það er bara fárana hvað hann eldist vel ég tek hann einu svona ári og hann einhvern veginn á mótorhjóli með haglabissuna Þetta verður að hliður hana, það snýður hana. Já, skýtur hliðið þarna og fyrir gegn. Þetta er svo geðveikt. Þetta er bara ruggluð mynd, sko. En, viðkomandi hann ekki búin að sjá 1. Skil ekki máli. Þú vilt samt meina að hún getur staðið. Ég var ekki búin að sjá 1. Ég var ekki búin að sjá 1 þegar ég sá 2. Og þetta er mynd... Ég reyndar ekki heldur. Og ég man eftir, sko, þessi mynd, maður horfði svo ótrúlega mikið á hana í, þegar maður var lítill, sko. Og ég man eftir, ég og félag minn, pappans fór og að því Terminator 1 var ekki til á vídeoleginni. Fór eitthvað út í bæ, leiðana, við horfum á hana, maður var svo ótrúlega miklu vonbrigðum. Því Schwarzenegger var bara einhvern veginn guð fyrir manni. Og það var einhvern veginn allt annað væpi þeirri mynd, mér veist einhvern veginn framhaldsmyndin bara einhvern veginn fullkomnar allt, sko. Terminator 2 er miklu betur fyrst, sko. Bara miklu, sko. Ég hef bara horfið á þær aftur báðar fyrir stuttu, sem ég kærst hann, hún ekki séð þær. Og 1 eldist bara ekki svakalega vel. Þetta er alveg cool mynd, hún er svona rosalega mikið svona ódýr 80s mynd. Algjörlega. En 2, hún er ennþá bara geðveik. Og maður veist bara eins og Sarah Connor í 2 er bara miklu skemmtileg karakter. Já. Hún er miklu svalari, í fyrstu myndinu þá var hún bara eitthvað svona damsel in distress svolítið. Og Schwarzenegger finnst mér skemmtilegur í 2. Hann er líka bara ánægð betri leikari. Miklu. Og þetta er líka bara fullkomið hlutverk fyrir hann sem einhvern leikara, sko. Sem einhvern velmenni. 100%. Og T-1000, þetta er eitt besti vondikall ever í kvikmyndasögunni. Já, klálega. Og hvernig hann leikur hann líka Robert Patrick. Geggjaður leikari. Já, bara geggjaður í þessu hlutverki. Og Edward Furlong. Já, hann fyrir ekkert þjóðum. Nei, akkurat. Þetta er eitthvað svona, hann er bara svona spoiled brat. Svolítið. Bara svona úlingur. Geggjamynd, ég valdi ákvað vel hann mynd sem ég horfði aftur á hann daginn og hún er alveg mér veist hún er helviti vannmetin þetta er alltaf falleg mynd ég til þess fór þáleið þó ég sem er mjög hrifin af Event Horizon og Terminator 2 Þú er búin að tala um þessa mynd svolítið áður Það er ekki bara því kona henni óleitt það er eitthvað svona Ég er hún alltaf, það er fáralegt ég er farin að tárast í einhverjum fucking auglýsingum veit ekki hvað myndin sem ég valdi er mynd sem ég fannst góð á þessum tíma horfði aftur á hann daginn og þetta er rosalega falleg mynd og það er AI Artificial Intelligence Það er sko, ég sá hana bara í einhverjum pörtum sko Já, ég held að 20 ára síðan? Já, hann er 20 ára komin hana hann 2001 hann 19-20 ára Hún er ekki betur en þú veist Terminator sem sci-fi mynd skilur til þess að sína einhverjum fyrst Ég er ekki að reyna að hræða manneskjunum sem kemur til mig og Event Horizon er bara Það er happy ending í Terminator 2 Nei, það er ekki happy ending Það er allavega ekki, skilur þetta er ekki einhver glötun sko Ertu að tala um þessu hjá mér? Það er ekki Event Horizon skilur Event Horizon er samt svo
þú veist, hérna er sci-fi mynd, skilur við, og hérna, þú veist, þetta er ekki til þess að bara láta einhvern elska þetta, þetta er bara eitthvað, hei, hérna ertu með allt, skilur við. Ég get sagt það, Teitur, mannur sem kemur til þín, og segir, Teitur, ég vil fá að sjá sci-fi mynd, já, hérna er hryllingsmynd það. Þú kemur bara með hryllingsmynd. Ég meina, hvað áttu þetta að vera? Þú sagði bara sci-fi, skilur við. Já, en málega, hún er ef þú skoðar IMDb, heldur þess ekki fyrst horror og svo sci-fi. Ó, fyrir ekki, ég tjekka ekki. Nei, ég er með drullið svarið. Ég er engin einhver svo mikil sci-fi kall, skilur við. Þannig að þess vegna fannst mér þetta bara, en mér finnst Terminator samt betra svar. Já, það er mjög gott svar. Mér finnst líka bara, með svona mynd, maður ótt séð svona myndir einhvern veginn, það sem mennur hrættir við einhvern veginn að sko offa aðalkarakterinn. Mér finnst þessi mynd einhvern veginn, þú veist, hún lokar svo þokkalega. Fattar mig. Þú veist, hann lifir ekki áfram að þau eitthvað, skilur við. Nei, en líka Cameron fattar það bara, hann bara, þetta er sagan sem ég vil segja og búið. Þeir átti ekki að gera 3, 4, 5 og ég held að þessi 7. nýjasta myndin. Það, ég fílaði Carl. Fílaðiru? Carl. Já, hafði ekki séð nýjasta Terminator, það sem Svassi er bara einhver, þú veist. Já, ég var að gleyma heitir bara eitthvað Carl og hann er náttúrulega ekki sami gaur, sko. Nei, fannst þetta góð mynd? Nei, málega ég fór með hann með félögum sem að bara, þú veist, bara elska 2 og þetta er svona moment þar sem þú ert bara eitthvað svona, þú bara horfir á þessa mynd og ferði á hann í bíó, bara í gríni að því við áttum ekki von á neinu, bara zero, skilur. Það er náttúrulega ekki leiðinlega. Hvað er þessi mynd? Nú með hvað? Er þetta myndir sem kom eftir? Nei, bara myndir sem að kom í bíó fyrra. Og við vorum bara, þú veist, bara leið og, þú veist, bara svona sérð að Svassi er að koma, þá kemur svona smá svona, þú veist, bara svona smá spenna. Það er nostalgía. Já, það er alveg nostalgía. Hann á nokkra góða línur. Já, og þar, en þú veist, en eins og ég segi, hún virkaði bara út af þessu andrúrslótið sem að við vorum bara félagar að horfa á hana og Carl var bara fyndinn, þetta var meiri húmor. En þetta er ekki góð mynd. Nei, líka því þeir endingar bara 2. Já. Basic sögurþráin í þessari mynd er bara sögurþráin 2. Og til hvers? Það búið ekki að 2. Henda er ekki öllu hinu. Nei, þetta er ekki sami sögurþráður og 2. Þetta er eiginlega kemur á eftir 2. Já, en ég er að setja beinagrindin að þessari mynd. Er rosalega mikið bara 2. Já. Þú ert ekki með Tímon Þásson, þú ert með gæja sem er ennþá verið en Tímon Þásson. Já, hann var ekki góður. Hann getur splittast í tvent, eitthvað bla bla. Þú ert bara með Tímon Þásson í þessari mynd. Hann var ekki góður, já. Þú ert með Sarah Connor í þessari mynd. Þú ert með aftur Schwarzeneggerinn. Þegar að verja aftur eitthvað lítinn krakka, eitthvað, eða unga stelpu eða eitthvað. Ég er ekki að segja þessi góð mynd, ég var bara skemmtilegt að sjá Svassi var bara gaman að sjá hann aftur sem ekki, þú veist, hann var bara, hétt bara Carl, var bara búin að lifa einhverju lífi, þú veist, bara eitthvað. Mér er bara svo leiðið hvað eru búin að mjólka þetta. Já. Það var bara hættið til 2. Það er ástæður að Kamen hættið til 2. Já, klálega. Herru, ekki voru slútsur bara. Hver vann þetta? Bara ég er ekki nefnir að tella stigin, sko. Ég meina, ég myndi að segja að ég vann alltaf ekki. Nei, fékkst þú eitthvað stig nema frá sjálfur þér? Já, en ég minnst ég sagði á hann, það er bara að taka þátt í þessu. Dóri vann. Dóri vann þetta klálega. Hvernig aðeins eitthvað að gera? Var þetta skemmtilegt? Gekja. Það var mjög gaman, sko. Ná ekki. Gaman einhvern veginn að fara líka að sjá svona ólík sjónarmið. Já. Það er ekkert rannsvar í þessu einhvern veginn. Nei, þetta er bara svona smekks spurningar. Svo er bara hvernig menn einhvern veginn fara rauk fyrir því. Svo ætla ég að hafa bráðum svona spurningakeppni og ég held að koma út á undan þessu þætti. Það sem verður svona alvöru spurningar. Því það var vælt yfir, ég ger svona Halloween þátt. Ég vona því að þessi báði búin að hlusta á hann. Þið segi ekki neitt, þannig að þið hafa ekki séð hann. Þegar Siggi fór Siggi og Snorri fór. Teitur, hann eftir að greina. Já, ég bara. Hvað ætlar að gera? Ég ætla að gera svona jólaþátt. Ok. Það er með spurningar eftir. Nice. Hvað jólamyndum? Já, svona blanda. Svolítið svona alliða. Og ég ætla að hafa það létta spurningar. Það var svo mikið grenja hérna síðan. Það pínustur að klæða. Já, það er líka, ég er búin að heyra frá öðrum að þetta voru svona erfiðar spurningar. Það var bara rugglaðar spurningar. Næst verður bara mjög létta spurningar. Herru, slúttum við bara. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka